Góða kvöldið og verið velkomin í Game TV á þessu fallega 50. Það er náttúrulega gott veður úti í dói, það er Game TV veður, það er alltaf sól þegar við mætum á skjáinn. Við ákveðum að gera, já, ég held það er bara þannig og samt það er ykkur mættir hérna, það er ykkur hardcore menn og konur sem elska bara að vera inni í svona veri. Það er líka ekkert annað hægt, maður er ekkert að fara að brenna og eitthvað vesen. Sitta með sem mætti hérna á Rósi og Bumbi og Rob the Eagle og Hlöðver og Benni Magnússon og góða kvöldi, viðrinn er bara sub og Traven líka, það eru tveir subbarar hérna í kvöld, þeir ætla ekki að missa sumardagskrána hjá Game TV, það er bara þannig. Takk viðrinni og Traven. Viðrinni maður, þetta er viðrinni og Eggert náttúrulega mættur. Þetta er gott kvöld sko, þetta er útgáfudagurinn að Death Stranding 2 on the beach og það er tilefni þess að við ætlum að vera hérna í kvöld. Ég er nýbúinn að klára fyrirleikinn og í tilefni því að þessi nýja leikur að koma út þá ákváðum að henda hérna í streymi félagarnir og Dó ætlar að hjálpa mér að þetta í gegnum leikinn einhvern veginn og hjálpa mér hvernig á að gera þetta og þetta er bara eins og ég segi, það er verið að skamma þetta að vera ekki með duo screen presentation að preset eitthvað. Já, ég getur svo lagað það. Þetta er alveg hræðilegt til tæknimaður, hann er alltaf ekki með þetta í lagi. En Death Stranding er að koma og það sem við ætlum að gera í kvöld, við ætlum að spila í gegnum fyrstu klukkutíman af leiknum og við ætlum líka að gefa Collector's Edition af leiknum, Dói, ertu með mynd af því? Það er rosalegt. Það er bara ekki að fara að kosta 30-40 skall út úr búð, sko. Það er eitthvað stytta og drasl. Þetta er ekki að ég ætla að sína? Nei, þetta er alltaf maður að fara að kissa. Hérna er það. Já, maður sjá. Það er þetta. Sko, það er leikur og það er stytta og það er eitthvað allskins svona digital stafrænt content og eitthvað ljósmyndir og leikurinn sjálfur náttúrulega. Og þannig að þetta ætlum við að gefa eitt svona eintak hérna eftir af þessu Collector's Edition og líka ætlum við að gefa eintak af bara hefðbundnu útgáfuleiknum og við ætlum líka að gefa Dominos innegnir og svona. Það er gjafakvöld í kvöld, það er sumardói, það er á að vera stemming, eða ekki? Baby, gjafa. Já, menn vilja þetta. Hvernig líst þér á þetta Collector's? Ertu ekki spenntið fyrir þessu? 15 tómmu stytta, það er bara svo stór Dominos pizza. Það ekki? Ég skil ekki tommur. Ég get ekki hugsað í tommum. Ég hugsa bara í sentimentum. Já, sko, stóra pizzan á Dominos er 15 tómmu, held ég. Nei, það er ekki miðlungs. Ekki 17 tómmu stóra pizzan. Nei, 15. 15 er stóra pizzan. Ok. Svo ertu komið með, held ég, 12 tómmu og svo 9 tómmu eða eitthvað. Þannig að þú veist, 15 tómmu, þetta er risastór stytta, sko. Þetta er bara eins og stór pizza, Dominos pizza. Þannig að pakkin er stór, sko. Þetta er ekki bara Já, þetta er risastórt dæmi, sko. Þannig að við hvetjum til að menn fari. Rob the Eagle segir hverjum missa sumardagskrána á Game TV. Það er bara eitthvað röglega lið, sko. Ég er alveg sammála því. Svo færðu líka svona personal letter frá Hideo Kojima, XX. Já, býtu, er 15 tómi miðlungsjá Dóa? Já, 15 tómi er náttúrulega miðlungsjá Dóa. Hann er náttúrulega, hann er náttúrulega vaksin niður eins og hross. En hérna, allavega. Og talandi takk fyrir. Já, það er engir hestar í þessu leik. Death Stranding. Er það búið til 2 manna senu eða eitthvað þannig bak upp tjaldinu? Nei, ég var bara skild eftir í gangi, sko, nú er lengur tilbúin. Það er bara allt í góðu. Ertu komið með 2 manna senu eða? Já, ég klára hann á 5 sekúndum, sko. Já, það er bara svipað eins og þú klárar flest annað. Nú er þetta einsmanns sena. Já. Ég veit maður. Herri, já, einu sinni var stór pizza 16 tómmu, en sko, einu sinni var stór pizza 18 tómmu þegar ég var ungur. Þá pantaði maður alltaf sko 18 tómmu hjá Jóni Bakan. Það var rosalegt. 18 tómmu pizza, það var bara, eða pizzahúsinu. Ég vann náttúrulega sem pizzasendill á pizzahúsinu og þar voru 18 tómmu pizzum, það dugði ekki framsæti í bílnum hjá mér, sko. Það var Þú veist ekki að hallinni þú fórst með það inn til? Já, nánast, sko, maður þurfti að setja hana bara skáinn í bíl og það rannaðist til náttúrulega pepperoni og osturinn, en hérna, já, það voru dagar þegar stór pizza var 18 tómma, sko. Það er að 15 hjá Dominos sem er bara, þú veist, þeir eru kannski meira brauð í botninum og eitthvað svona, þetta er alveg, maður verður sattur alveg að þessu, en þetta er gott. Herriði, en semst verkefni í kvöld það er að gefa eintak af þessu Collector's Edition sem er náttúrulega sturlaða pakki, eintak af leiknum, svona hefðbundi eintak sem við ætlum að gefa líka og svo ætlum við líka að gefa Dominos pizzu, þar sem menn geta keypt 15 tómmu pizzu sem er á stærð við styttuna í Collector's Edition. En eins og gengur þegar það kemur framhaldaleik þá er gott að rifja upp hvað gerist í fyrri leiknum af því að Death Stranding, þetta er náttúrulega mikli söguleikir og Hideo Kojima sem býr þetta til er gaurinn sem bjó til meðal hans Metal Gear Solid leikina og hann er mikill sögumæður
og gerir þetta mjög vel, þannig að það er spurning á ekki að reyna, er Megavika núna, KX Jósa, jú, ef það er Megavika núna og þið eru að fá innegnir hérna á eftir, við gefum mörgulega 3 innegnir, þá eru þið bara að fara, eins og segi, geta hægt að vinna, sko, alvöru búbót, en já, Dói, þú ert ekki búin að spila fyrirleikinu það? Nei, og ég veit voða lítið söguna, þannig að ég var mjög til og getur aðeins svona rendi, hvað gerðist í fyrsta leiknum? Sko, fyrirleikurinn þannig, hann byrjar þannig að þú ferð í hlutverk gaur sem að heitir Sam Stranding, nei, hann heitir það ekki, hann heitir, hvað heitir aftur, Sam, býttu nú við, ég man ekki hvað hann heitir Sam, ekki Stranding, Sam Stranding? Það getur ekki verið. Nei, hann heit Sam Bridges, já, alveg. Og hann í rauninni bara, þú byrjar í leiknum, þá hann bara á Þingvöllum, eða þú veist, allt landslegið bara eins og Íslandi. Ja. Hann bara á Þingvöllum að hlaupa hann er alltaf sendill, eins og ég var pizzasendill, og þannig að við erum kollegar í rauninni, og hann bara að væplast og hittir þá konu sem að reka svona sendlafyrirtæki, og hljómar þetta ekki spennandi? Ég veit ekki alveg. Jó, þau eru eitthvað að hittast og þá koma svona ósýnilega verur sem eru svona, þær eru einhvern veginn á milli heima, dauðs og lifandi og eru að koma þarna inn og skilja eftir svona spor og eitthvað svona vesen. Það að fara í mismundi vittir, þetta eitthvað þannig? Já, þetta var eitthvað þannig og já, það eru vittir, það eru ströndurnar í leiknum, það er þegar fólk deyr, þá ferða á ströndinu og það fær sín eigin strönd þegar þú deyr, Dói. Þá farð þú svona strönd og verður hvalreki á ströndinni. Eða þú veist, já, er það ekki hvalreki? Heitir það hvalreki út fastur? Já, það getur alveg verið það, sko. Já, og en allavega, ok, Sam Bridges, hann semst ástandið þannig að það er búið að slökkna á allskins, Ameríka er bara í rugli og Ameríka er sambandslaus. Og Sam kallaður til forsetan sem að deyja á krabbameini, það er kona sem heitir mannæki, hún er Bridges og eiginlega hún heitir Woman President. Já, hún er stjúpmóðir Sam Bridges, hún tók hann að sér og mamma sérst forseti Bandaríkjanna? Já, stjúpmóðin. Og þú heitir Sam Bridges? Já, og hún heitir eitthvað Bridges líka og hún er að deyja og síðasta ósk hennar er að Sam Bridges President Bridges? Þetta er svolítið flókið, sko, af því að, sko, Sam Bridges er stjúpsonur forsetans sem liggur á dánarbeiði og hann á systir, eða stjúpsystir, sem heitir Emily og henni hefur verið rænt og hún var færð á vestuströnd Bandaríkjanna og Sam er á austurströndinni og það er allt sambandslaust og hún birtist honum svona sem eitthvað svona hologrammynd og hann þarf að fara og kveikja á allskins svona lykilstöðvum til að ná sambandi við vesturströndina. Þannig að það er verkefni í leiknum, fara á milli og kveikja á allskins svona stöðvum. Og svo náttúrulega spinnst inn í þetta, hann fær eitthvað badd sem hann er með að bera á maganum og það badd getur séð þessar ósýnilegu verur sem ég nefndi þetta í byrjun. Af því að það er með einhverju yfirnáttúrulega hæfileika. Og svo endar á því að Sam náttúrulega, þetta badd ná ekkert að verða að neinu, en Sam verður bara ástfanginn af baddinu og fyrir að þykja væntu það, en hann fyrir að þykja væntu barnið og vill bara lítur á það sem sitt eigið. Er hann barnafyðlari? Nei, hann er bara, þú veist, elskar þetta barn, hann er bara takað að sér og sko, svo fléttast inn í þetta Mads Mikkelsen, leikarinn danski. Já, gamli guði. Og hann í rauninni átti þetta barn, sko, og svo verður svona eitthvað, ég man ekki alveg, þetta hljómaði miklu betur í spilaði leikinn, sko. Þetta skilja eitthvað í þessu það? Ég er með rosa margar spurningar. Já, President Bridges er að tegja krabbameini, Emily Bridges þekkir eitthvað barn sem að getur séð dauða fólkið og hann svona notar börnin til þess að drepa dauða fólkið. Nei, barnið það bara er með skynjara, þá kemur upp svona loftnet hérna á röxlinunum og það svona beinist í það átt sem að bara getur skynja verur á handan, sko, og þá kemur svona loftnet bara og það segir hvar verurnar eru því þú getur ekki séð þar og þá byrtast það svona að þú fer nálægt þeim og þú getur skorið á naflastrengin hjá þeim What the fuck? Já, það eru með naflastreng þessar verur. Já, ok, ekki barnið. Er þetta eitthvað svona mutated cyborg barn með eitthvað loft sem kemur upp úr sér og... Nei, barnið er líka með naflastreng. En heyrðu, svo kemur á því að enda leikurinn á því, já, það er 6 mínúta recap á YouTube, kannski,
Ég finnst ég nú vera að recapa þetta ágætlega, eða ekki? Þú ert ekki að ná þessu? Svo endar þetta því, svo endar fyrirleikurinn á því, hann þarf að setja barnið í svona brennslu, bara eins og líkbrennslu, það eitthvað vesen og... hann að drepa barnið? Já, þú veist, það á að gera það er bara, þú veist, þessi börn, þeim er ekki ætlað að lifa. Bara einnota börn? Nei, því er ekki ætlað að lifa og það er í svona litlu hylki og hann endar á fyrirleikinu að brjóta hylkið. Er það í hylki? Já, spoiler alert, það er bara, hann brýtur svona hylkið og tekur barnið og næra banka smá lífi í það og þá verður bara að myndast einhver tengsl sem eru órjúmanleg og halda áfram í þessu leik. Þannig að ég er bara mjög spenntur, sko. Fucking skrítin leikur, getur við pröfað hann? Já, prófum hann. Það er reyndar eitthvað einna recap, ég er kannski átt að fara í það. En já, þetta er alveg, hann er sko, þetta er Hideo Kojima, er náttúrulega svolítið sérstakur og allt sem hann gerir. En ef ekki bara vinda okkur í það, ég meina klukkan 12 í drifir og þetta er bara málið. Þetta er barnið, þarna er orðið eldra. Það heitir Louis, eða eitthvað, Louis held ég, minnum ég að heiti. Og talaðu við sem hann sé ekki barnafélagari? Já, og hann er í rauninni, þetta í rauninni bara er barnið hans og þau bara, eru bara, þetta er góðu maður. Þetta er náttúrulega bara... En nú verðist þetta að vera barn sem að hugsalega ekkert að fara að vera sérstaklega gott að tjá sig, Ólafur. Það kemur í ljós í þessum leik. Það var svo ungt í fyrirleiknum. Nú er það greinilega orðið tölvöld eldra, komið með hár. Það var ekki með hár í fyrirleiknum. Það er með smekk og þetta er bara toddler, sko. Já, þetta er bara meðlegt badd, skilur við. Þannig að við skulum bara sjá hvað gerist. Býttu nú við, hvað gerist? Orðaforða á við Tryggva, reglulega. Heyrðu, en málið er það að, býttu nú við. Said that a person's birthday will indicate their path in life. Vá, býttu nú við, hvenær býttu fyrsti, nei, hvað sjá? 11. Búm. Ok, heyrðu, þetta er helviti næs. Hvað er ekki að tóna með? Já, þetta er náttúrulega bara Kojima. Það er bara hvalur á tunglanu og... Já, það er mikið hvali þarna. Herri, já, hvað... Ég held að tjatti var að meta þetta recap hjá mér. Það var alveg að ná þessu. Skilja hvað ég var að tala um. Heyru, já, ég elska kommenti ef LSD var í tölvuleikur. Já, ég segir þetta er fullt af kvölum. Já. Svona væri þú og þinni strönd. Bara lægir hérna bara og... Death Stranding. Já, þetta er heldur sniðið, sko. Beats Things. BTs. Það eru þessi óvinni sem að koma. BTs. Þeir komust inn í heim okkar lifandi. Eins og ég sagði á hann. Já, neither see or sense the BTs, people lived in fear of them withdrawing from the outside world. Já. Þannig að þeir eru þarna alltaf klárir og þess vegna er gott að vera með barn í boxi framan á sér til að skynja þá. Sko, til að sameina Ameríku, þetta segir sagðan, kom Sam og náði, heita Brits Baby. Heitir Lou og það er eitthvað svona, Lou var með sérstaka tengingu við handan og þeir bara, já, þarna er sagan sem ég var að segja. Sko, á hurfuður, manstu ég sagði þeir fóru í brennsluna en hann neitaði að kveiki í barninu. Hvað það brennslu? Já, ég sagði brennslofnin og Klundberg mættur hérna á vaktina maður og... Heyrðu, hvað eru margir hérna BTs þarna uppi maður? Er þetta allt BTs þarna uppi sem sagt? Já, þarna uppi, það er þess að verður, þú getur klippt að nafnlaðstrekkin. Sástu steinana? Já, ég hef aldrei séð áður. Þeir voru ekki fyrir leiknum, sko. Það kemur örugglega bara, heyrðu, býttu nú við. Me? I've always loved porters. Ég held að þessi leikur sé sturla flottu líka, sko. Across rivers, mountains, and endless deserts. They come to deliver something priceless. A glimpse of a life priceless. They're my window. Ég held þessi photorealistic leikur. Outside world. And I know they'll be back again. Today. Minus 61. Þetta greiðast með þessa grafíka? Þetta er rosalega flott, þetta lítur að vera mynd. Nei, þetta er ekki leiknum sjálfum. Jó. Ha? Nei, gaur, þetta er bara upplæg, sko. Norman Reedus, hann leikur alltaf hlutverkið. Hann er alltaf gaurinn sem var í hérna... Ólafur,
Það ofrealistic til að vera tölvuleikur. Ég held þetta sé grafíkin í leiknum, sko. Þetta eru upptökur sem búið að setja hluti inn á, það getur ekki annað verið. Nei, þetta bara fullkomin dialegstar í eðmerkinni, sko. Þetta er leikurinn. Svo var verið að pæli að, sko, það er engin loading time í leiknum. Þeir segja bara, þeir nota processing power í PlayStation til að ná því. Sjáðu, Guillermo del Toro, hann leikur náttúrulega stórt hlutverk í fyrir leiknum. Og Norman Reedus, þú manst þetta Walking Dead, eða ekki? Já. Þetta er heldur grafíkin í leiknum. Hún er rosa. Þetta er bara... Þetta getur ekki verið grafíkin í leiknum, ég er í sjokki. Jú, er það ekki? Ég held það. Þetta er bara raunverulegra en í alvörunni, sko. Já, þetta kannski ekki í leiknum, ég veit. Getur ekki verið. Það kemur í ljós. Þannig að vist, þeir segja sem er photorealistic grafík þessi leikur. Og borðið er ekki með einum svona barriers, þú getur labbað út allt. Ég hef heyrt fólk tala um leik sem walking simulator, en það er mjög hressandi að þú getur labbað út allt. Og ég held að það sé nauðsynlegt að þú sést líka með PlayStation Pro til að ná að djúsa alveg upp þennan leik, sko. Þannig sér fítusa fyrir hann, sko. Leikurinn sem ég spilaði fyrir leikurinn, hann var flotturinn, hann er 6 ára gamall og kom út á PlayStation 4, sko. Það Fetus, hann er Norman Reedus. Já, Reedus with a fetus on his stomach Reedus. Þetta er rosalega, sko, þetta er bara þannig. Heyrðu, það er orðið svona gamalt spanni. Þetta er eitthvað aðeins seinna. Þetta er alltaf bara ekki talandi toddler, sko. Ég notaði svona því að ég var að spila tölvuleiki með börnin mín. Heyrðu, fokkaður, þetta er grafíkin. Þetta er á raunveru tafna. Þetta er ekki að þetta var í byrjuninni, býta aðeins. Núna sé ég þetta smá tölvuleikur, sko. Já, ertu samt að meta rugli hérna? Þetta er reyndar ógeðslega flott. Þetta má alveg eiga það, holy shit. Efri er hvað, hvernig blóðið hjá honum er og svo stamina, ok, þetta er bara svipað í fyrirleikum. Svo þarf hann að passa alltaf, Destination, ég er að fara Return home with Lou, þannig að við þurfum að lappa þangað. Við þurfum alltaf að passa að detta ekki, þetta er rosalega mikið að halda jafnvægi og svona, hann er alltaf grip og balance. En sérðu hvað þetta er flottur leikur samt? Ertu að fokka í mér, eða? Þetta er geggjaður leikur. Nei, alveg tala. Ertu að sjá hvað þetta er flott, eða? Hvernig borðar hann og drekkur og... Hver? Reedus, with the fetus. Hann borðar bara eins og verðlegu maður. Já, þú veist hvað hann fara mat, það er ekkert KFC, sko. Nei, þetta er bara, jú, það er algjör stöð. Dominos, þú fer ekki að fara í Dominos, þarna. Nei, nú er hann að fara þarna. Eins gott að hann fara ekki í KFC í Danmörku. Nei, nákvæmlega. Nefnum við vilja fá í mat. Svo, sjáu hérna, svo er þetta að fá svona hérna. Þú voru bara að breyta þessu, já, sér, þetta er svona, fengið terrain scanner. Hann er blood bag, að því maður má ekki, blóðið má ekki hverfa. Þetta maður þetta bakið. Hvert voru ekki að fara? Þetta er bara byltist á bakinu hér. Já, ég sett hann á bakið. Getur ekki bara tekið shortcut eða verður að lappa á hryggnum? Já, þetta er svona gungu. Lappa. Sko, þetta er intro því að það kemur Hideo Kojima. Þetta er bara, verður rólegur. Þetta er róleg heita leik. Sérðu hvað þetta er sann? Fallegu leik. Sérðu þú, ég get farið hérna niður, held ég, og bara lappa hérna allt, sko. Það er magnað, sko. Ég myndi að level designið í svona leik. Ég er eftir smá í sjokki við hvað þetta er ógeðslega flottur leikur. Sérðu, aerial kamera. Sérðu, en ert að pæla í sko level designið í svona leik? Nei, alveg tala. Þetta er PlayStation 5 powerið bara að hrynja inn. Jesus Christ, hvað þetta er fallega leikur. Svo eru snjóstormar og við minnum á það, við erum að fara að gefa eintak af hann hérna við erum að gefa Collector's Edition. 15 tómu styttu og svona. Hvert áttum að fara þetta? Ég veit ekki hvernig það lítur út á streamur hjá ykkur gott fólk, en það sem ég er að horfa á, þetta er þvæla. Og það sem ég er að horfa á, bara beint í prófílni, er rugglað, sko. Ég er náttúrulega að spilaði fyrirleikinn. En leikurinn er líka að fá 10 af 10 í dóm og bara nánast alls. Heyrðu, Gatequake Detected. Heyrðu þetta hérna. Heyrðu hvað þetta er flott. Christ! Við þurfum að fara hvert? Þurfum ekki að fara bara áfram hérna? Hrygginn?
Já, Óli, þú með badd framan að þig, sko, það er sem passaði. Já, veitu. Ég byrju, wow, hvað gerist þarna? Heyrðu. Það er bara að hrynja draslið, maður. Heyrðu, hvernig, það er, ok, það er komið vesen hana. Heyrðu, check on loo. Ok, soothe loo. Ok, ég er með pinnar hérna. Ég er að fara að vagga barninu, sko. Held ég. Þessu? Ok, you're all right. Ekki hrista, shaken baby syndrome, fattar þau, ekki hratt. Já, nei, veit ég, Rálega. Nei, þetta er Þú varst alltaf að fara hratt, hvað gerist? Nei, ég er líka. Koma svo, hann er bara Prófaði. Nei, ég ætla ekki að vera, maður er almennilegur. Let's go Ok, home, sérðu. Fed. Heyrðu. Oh, home, ég er heima ekki stöður. Já, við erum að fara þangað. Það er 800 metrar, má ég sjá. Ok, býtum nú við. Fóru ekki úr fjallinu hann eitthvað drastlega? Þetta var 7 á Richter. Já. Er það G-scale? Er það eitthvað nýskali? Förum við það. Það er mjög áriðandi spurning í chatinu. Ef hann dettur fyrir framan sig, er barnið ekki að fara að kremjast? Mjög líklega. Í fyrirleiknum var hann alltaf í svona hilki barnið, sko. En þetta er helvítis vesen ef hann dettur framfyrir sig. Var hann í hilki? Já, Vissir að það væri barn í hilkinu, eða? Já, sást það var svona bara fóstur í hilkinu. Fucking galið, eitthvað láta Það sjáu þetta? Í fjöllunum með eitthvað fóstur í hilki. Já, þetta er góð tíma. Þetta er rugglaður. Ok, hvert átti ég að fara? Vá, heyrðu steinina. Þú rennir á svona lausum steinum. Já, þetta er sturla dæmi. Herri, hvar er heimil okkar? Já. 600 metrar. Let's go. Grafíkin, soundið, þetta er bara sturla dæmi. Herri, viðrinni, okkar allra besti, með ágæti spurningu. Hvernig við fáum PlayStation Premium til Íslands? Já. Næsta spurning. Já, næsta spurning. Ég veit, það er ekki höndur neins nema bara Sony að finna út úr þessu. En þeir eru náttúrulega, geta ekki tíma. Þeir eru svona litlu svæðin, þú veist, þeir hafa nú staðið vel við bakið á litlu svæðunum, en það er eitthvað svona, það kemur svona hægt og rólega. En það er ekki komið neinn tímasetning. Af hverju er hann hræddur við rigningu? Hann er ekki hræddur, ég meina, bara hann er, og það er vesen að vera, Ég meina eins og frændi minna Helgi, hann sagði að það rigningin var í góð. Já, er hann frændið þinn? Já. Sjáðu, nú komið vindur. Ok, 400 metrar, við erum að fara aftur upp brygginn hérna bara. Já, svo sagði amma, ég hef aldrei hitt hann. Hvað, ömmuðina? Nei, það er ekki að fyndið að hann væri sem ekkert frændi minn og amma mín er alltaf að segja mér það. Já, hann er ekki frændið. Það væri fokkin fyndið, amma væri bara að ljúga. Já, er hún ennþá hérna meðalvor til að getur hringt í hana? Nei, því miður þá var hún vildilega nýfarið. Hún fór þetta með sig í gröfuna? Já. Hún var húmoristi, sko, þetta var ekki helviti fyndið, sko, ég spáði í. Já, þú getur spurt mömmu þína. Ok, passaði það á fírus! Hérna, býtu. Climbing anchor, ok. Já, ég veit það. Ég er í helvítis vesinni, ok, býtu, hvernig verður ekki alltaf til leðju þarna og drullaði ekki að stað? Nei, hvernig gerir maður þetta? Það er eitt að pása, þannig að vera að drekka. Ok, það er stutt í þetta. Ég veit þetta er erfið. Rigningin er erfið, sko, nú fyrir þetta að vera eitthvað hált hérna og... Ég bara býði eftir að lenda á maganum, sko. Þetta bann. Heyrðu, þarna er eitthvað ólgandi stórfljót. Ég man eftir því í fyrirleiknum, sko, það var aldrei gott. Þeir eru prófum hérna, bara hérna niður. Tónlistin í leiknum er geðveik í fyrirleiknum. Almost there. Heyrðu, það er belgjandi fljót, ég held að við þurfum einhvern veginn að brúa það. Þetta er, já, using ladders. Það er betur lenn að sjá þetta vatn. Heyrðu, það er belgjandi stórfljót. Við þurfum að nota það hérna. Ég verði að segja að vatnið er smá vonbrigði. Með hvernig allt annað í leiknum er ógeðslega flott. Já, reyndar. Heyrðu.
Þú náðu stiga, ekki? Hvernig virkar þetta? Rigningin eða timefall eykur öldrun á húðinni svona 50.000-falt. Já, ok. Já, ég veit það. Það er eitt í þessu, sko. Heyrðu, þegar stigan hérna. Til í þetta? Já. Bara ég fyrir bara. Þetta er gamla? Oh, my first structure. Já, getur ekki tekið stigan tilbaka? Er hann bara farin, eða? Já, ég no longer be moved. Sjáu hérna, sérðu hérna kemur svona like icon. Já. Það byrtast svona byggingar frá öðrum playerum líka, þannig að þá get ég likeað hérna hvað þeir eru að gera. Þannig að þeir geta hjálpað mér og eru búin að setja hérna stiga fyrir mig. En það er eitthvað sem sleppur henni í gegn, það er ekki alltaf gott. En já, allt, sko, í rigningu þá verður hérna, sérðu búnaðinn aftan á. Já. Hann ryðga kassarnir og fer allt í vitleysu í rigninguna því að fólk eldist í rigningunum mjög hratt. Það sér ég. Já, það er bara... En svo þú fyrir í kaldasturtu, skreppur allt saman. Herðu, wow, já, herðu. Þarna koma þessir. Svo hvað þetta er hratt upp af því að rigningin er náttúrulega að láta það eldast hraðar. Já, sérðu. Nei, þarna koma þessi kvikindi. BBs. Já, the BDs. The BDs. Þetta er súrstrækt, mjög súrstrækt. Það er barnið. Það er alveg þekkir þetta. Veitu, af hverju á hann ekki að deyja, eða? Ég veit ekki hvað er að gerast. Þetta var alltaf alveg lethal í fyrirleiknum, sko. Hvað er það? Nei, þetta er eitthvað simulator. Hann er bara með eitthvað simulator á það. Ertu að geta í mér hvað þetta er samt fallegt, maður? Shit! Þetta er rosalegt lægni, sko. Þeir labba þetta inn og það er bara fullorðinn maður hangandi framan á hann undan rigningunni. Já, Lubbi Gum segir að krakki sér fermengaldur núna. Hann er búinn að eldast, sko, í rigningunni. Hann er alltaf óvarinn, sko, krakkin. En maður sá, sko, það var í fyrirleiknum, þá var hérna karakter sem að, ég held hún hét Samantha eitthvað. Hún, nei, byttu nú við. Raindrops keep falling on my head. Þetta er geggjað lag, sko. Hey. My kid cam. Not bad, little porter. Ja. Not bad at all. Hann er svona lítill. Little porter. Hvað fara Bleach? Ég veit ekki. Okay, Hvað er það? Þetta er svo, ég þekki ekki karakterinn neitt, en þú veist, mér er svo svolítið spes að þetta sé típa til þess að vera með fjölskyldumyndir upp á vegg, bara þeim tveimur. Nei, hann mildaðist helvíti mikið, sko, undir lokin. Ok. Ég þarf að skipta á honum. Nei, það er einhver annað til. Já, það er fullt af fólki hérna, sko. Þetta er örugglega Samantha, heitir hún ekki? Nei, hvað heitir hún? Heitir hún ekki Samantha? Þetta er konan sem átti flutningsfyrirtæki sem ég sagði frá þetta í ríkkappin á það. Já, systir forsetans. Nei, það var... Nei, hún var bara... Hún átti bara flutningsfyrirtæki. Fragile heitir hún alveg rétt. Hún heitir Fragile. Heitir hún Fragile og hún á flutningsfyrirtæki? Já, sem heitir Fragile. Já, ég skil, fyrirtæki heitir Fragile. Já, og hún líka. Hún heitir Fragile. Nei, hún heitir Fragile en það heitir Fragile. Herri, býtum. Það er gert. Kemur Fragile. Já, þetta, og ég er að hugsa samið þú Sex and the City, það er reynda maður ruglar öllu saman. Eða samið þú Fox, hún var náttúrulega svakalig. Fannst þetta henni, þú veit? Ég veit að mann heitir henni. Hvað heit lagið henni aftur? Hvað heit Boys? Nei, hvað heit það? Nei, það er kynferðislega lagið. Hvað heit það aftur maður? Nei, ég maður það ekki. When I think about you, I touch my... Nei, er ekki það? Nei. Hverju mann ég þetta? Sérðu? Það er alvöru dæmi hérna maður. Kemur Fragile. Naughty girls. Naughty girls need love. Herru, sjáðu. Þetta er okkar manneskja. Hún er gömul á höndunum. Hún lenti nefnilega í því, sko, að hún lenti í svona rigningu, alveg óvarinn, og hendurnar á hún eru mjög gamlar, sko. Já, eru með auka hendur á öxlunum?
Hey! Þetta er bara gríma. Ég þekki þessa leikonu. Hún leki hérna Blue is the warmest color. What are you doing here? Já, þetta er þekkt leikona, sko. Hún er frönsk. Heitir, já, þarna? Lea Seydoux. Le Bourreau. Ég dói og hann alltaf fruma þegar saman það Fox var upp á sitt besta, sko. Það var alltaf svakalega. Heyrðu. Ég er alveg hrættur mig þegar að fara að skipta á barninu, sko. Wow. Lou's growing up fast. Ég sniðut og hann segi eitthvað snerta bleitun á henni, þú veist. Já, það er alltaf leið. Ha? Já. Býttu nú við. Heyrðu. Það eru prentaður. Þetta er þrývita prentaða bleiður. Það er svakalegt, sko. Your neighbor got hooked up to the Chiral network. Hvað er the Chiral network? Now extends to the whole region. I let myself in with this. Já, það er networkið sem að flytur allt saman, sko. Flutningsfyrirtæki. Nei, network sem flytur bara gögn og upplýsingar og allt á milli. Það er bara svona eins og bara internetið þeirra. Ok. My jumping days are behind me. Overdoing it left me with some. Já, Rósi segir, vissu að Hideo Kojima kom að gerleiksins, já, hann er náttúrulega snillingur. Hann er, sko, ég elska allt sem hann gerir. Með það ekki sórleikina sérstaklega og geðvikir og það er einn að koma að endurgerði núna á næstu vikum. Ég held að það vikið það að við erum búin að sjá nafnið hann svona 10 sinum á skjánum. Já, það er náttúrulega þannig. Hann kemur oft fyrir og sko, hann veit af því að hann er náttúrulega aðal maðurinn. Take it, and that whole mess over how you left Bridges will be wiped from the record. You won't have to live in hiding anymore. Er hann living in skipt? Er samfélag til eða? Ég held að það væri eitthvað svona... Já, það er til samfélag, maður. Það er bara þannig. Hvaða hendur er þetta sem hún er með á öxlinni? Akkur er hann bara ekki með grímu? Þetta er bara búningur, skilur. You'll have to work it out. You have to work it out. Já, Rósi Hideo Kojima er náttúrulega mjög ánægður með sig. Hann er náttúrulega bara, hann er náttúrulega heilinn í þessu. Ég held að sé nánast eini maður sem bjóð til hann leik. Hann er kreditaður fyrir allt, held ég. Ég held að flott, samt, flottu búningur sem hún í. I don't know. Hei, Bandaríkin. Sérðu, já. Þarna, þetta gerði ég í fyrirleiknum, sko. Bjóð til þetta Chiral Network, tengdi þetta allt saman. Ég náttúrulega tók mig heldur langa tíma. Heyrðu, svona lirfubangsa maður. Já, ég veit. Þau borða lirfurnar, sko. Hvað er það UCA? United Cities of America. They withdrew once things were up and running. So your friends and co-workers all went their separate ways. And that's not all. Það er alltaf hrinja fröðu fyrirleiknum. Die Hard Man. Ég held að Bridges var í fósundin. Nei, hún dó. Vittu nú við hvað er að gerast núna. Já, það voru konur svona robotasendlar í fyrirleiknum svona til lokinu. Amazon basically. Já, þannig að þeir þurfi ekki lengur svona gamaldags. Já. Svona gamaldags sendla eins og ég. I went and started a new group. One that handles work in regions outside the UCA. Okay. Með nýtt fyrirtæki? Drawbridge. And we still require the services of human porters. Okay. That can work outside the network. Já, það er einhver á mér að halda. With Dooms who can sense BTs. Dooms það börnin? Nei, Dooms held ég bara að það er eitthvað hvernig, ég held að það sé eitthvað hvernig hann er. Hann er Doom, sem er bara eitthvað ákveðin tegund af að geta, hann er með eitthvað krafta. Held ég. Voru með barni líka? Both. The UCA came to Drawbridge, and now I'm coming to you. So. Þetta hefur leikur gerist í Bandaríkjunum, af hverju er alltaf verið að tala Ísland? Nei, bara var í rauninni allt allt umhverfið í fyrirleiknum var held ég bara að skanna beint frá Íslandi, sko. Ok. Aldrei, þú veit, ég held að þeir hafi komið hérna bara að skanna þetta allt saman. Það er ekki jafn mikið þarna, þannig held ég að þetta farið, á hann ekki gerist í Ástralíu eitthvað þessi. Minnið það. Undir segir að það hafi gert fotogrammetri á Íslandi? Já, þeir gerðu það. Þeir gerðu það. Það er vist ótt að segja það.
Hann bara að fá sér bjór og sjá barnið. Þetta er barnaverndarmál. Ég meina, hvað hann þarf að fara með hann á spítal? Hann getur ekkert verið að keyra búin að fá sér bjór. Nei, hann lampar bara. Þetta er lampleikur. Hann er í Mexíkó, segir hann hérna. Fucker. Mexíkó, Ástralía. Já. Það er flott. There's a child care app I can use. Child care app? Getur nú við. Það hefur verið munur að alveg börnin með svona græfum, maður. It'll be fine. Ókvæðlega. The lab is only a few days away. I promise he'll be back before you know it. Þetta er náttúrulega að skilja barnið eftir nokkra daga. Nei, hún lítur að vera hjá barninu. Hún sagði tjálkerapi, sérum hann. Já, það getur þetta verið, það er rosalegt þetta. We'll be waiting. Herru, og við minnum það, við ætlum að gefa Collectors útgáfuna sem er risastór, kostar 30-40 úr skall og búð. Kemur reyndar ekki til landsliðsfríning næstu viku, en þetta þá í búðir. Og við gefum líka eintakavenlega leiknum á dómin og sinnegnir og eitthvað. Þetta er svona létt Java leikjakvöld hérna í Game TV kvöld, svona smá sumar viðauki. Ok, við erum að fara í fyrsta verkefni, Dói. How do you like them apples? Episode 1. Sam. Leiða þessu skeggir að borða það þegar ég er að borða. Þetta er ekki skegg, þetta er bara eitthvað... Þetta er ekki kalla þetta skegg. Jú. Það er ok, sérðu hvað hann er flottur, maður. Hann lítur að taka barnið með sér. Go on. Ja, ok, hún ætlar að passa barnið. Já. Like a ring? Hún ætlar að 4 hendur, sko. Nei, hann kom með hring. Þetta var svona sem... Þetta var svona meira svo handjárn í fyrirleiknum. Já. Like you're giving me a like. Þetta er svona einhver skinneri. Maður sjá, activate ring terminal. Nice. Access your ring terminal to view the map. From here you can check order details as well as the cargo for delivery. Now then, let's review the mission that you'll be undertaking on behalf of Drawbridge. Your destination is a research lab in southern Mexico. Okay. When you arrive, you'll need to use the Cupid to connect it to the chiral network. Cupid, það er svona eins og bara fullt af USB-lyklum sem hann setur til að græða inn á networkið. Using the Cupid in conjunction with the delivery terminal will allow us to initiate a zero-time massive data transmission. Það er eins og Sigur Ingi með þumalringin, það er náttúrulega rosalegt. Sam Porter og Sigur Ingi. Use the way stations to extend network coverage until you're close enough to get the lab online. Og þannig að við þurfum að fara í þessi hús fyrst. Ciudad Nuda del Norte. Ciudad Nuda del Norte. The proper corpse disposal remains a serious problem in Mexico. With every additional corpse that spawns a BT, the risk of a void out grows even higher. Okay. The void out? Someone in particular is struggling to handle this issue. But once they're online, we can give them the technology they need to address the situation. Er það ekki bara því þeir eru svona offline? Why don't you take a look at the cargo you're carrying by opening the menu? Nú þarf maður að læra nýtt menu hérna, sko. Það sjá. You can access useful information about your deliveries via your ring terminal. To review the cargo currently in your possession. Okay, cargo management. This is the cargo you need to deliver. Be sure to get it to its destination. Þetta er 35 kíló, sko. Á sæll? Erum við með assault rifle? Nice. Handgun, blood bag og lateri. Það er ekki bara fínt, eða? Er blood bag bara heal, eða? Já, við setjum þetta bara í bakbókan. Er ekki að henda þessu öllu bara í bakbókan, eða? Ójú. Ef að lifandi kemst í snertingu við BT og deyja verður void out. Rísa gímur. Og er það ekki bara alltaf að gerast? Jú, það er alltaf að gerast. Þess vegna er fólk ekki mikið á vappi, sko. See your destination? Okay. There's a river you'll need to cross to get there. Þetta er flott, maður. There are bandits in the area too. Bandits? Armed groups that have attacked borders in the past. Við erum með byssu núna, sko. Think about what route you might take from your current location. Hvað er hann að fara, Dói? Er hann að fara beint í gegnum bandits eða er hann að fara til vinstri að hægri? Við ert út með þessa byssu til að pröfa hana, maður. Þú getur bara að flýja áskorunina.
Sko, maður getur farið hérna, haldið inni, teiknaði ferðina, sér. Já. Hvernig? When you plot a route on the map, you'll see what hazards you may run into along the way. You can face this challenge. How you Það get búið að breyta alveg interfacenu helling, svo. Ok, við erum bara að hendi í route hérna. Það til í þetta. Við erum með helviti stóran bakpoka og... Þetta verður gaman. Það er svona töluleikur. Maður verðist ekki þurfa að gera myndur. Þetta basically bara bíómynd nú þegar. Já, þetta bara bíómynd. Þetta ógeðslega flottur leikur og náttúrulega mjög mikið saga. Þetta eru USB-leiklarnir sem hann með til að ræsa allt rastlið. Já, menn að mæla með nummer 1, Director's Cut. Ég alveg sammála því. Ég gafst upp á orginalútgáfunni. En Director's Cut miklu betur. Won't be any harder than before either. The Chiral network terminals are ready and waiting. Bridges saw to that. Emily's expedition split into 2 groups midway. Svo flottur samt. The first continued west, flottur leikari. while the second cut south into Mexico. But again, they were only able to lay the groundwork. Until you bring those terminals online with the Cupid. The network can't grow. Nei, lirfan. Hvað í fokkanum með þetta? Lirfan ljóta, þau borðaði þetta. Hungry? Það er matur? Já. Oh, Jesus Christ. Hva? I don't like that. No more baby food for you. Já, ég menn þetta Þú varst að borða kattamat daginn, sko. Þið gáfum, ég bað ekki kattamat. Já. Númer 1 að kosta $16 á Steam. Það er náttúrulega ekki mikið. Ekki fyrir, sko, 80 til 100 pluss klukkutími í spilun, sko. Það líka tónlistina svona, þetta er næs. Það er útláð flott. Peppi! Now who wants to eat? Who wants to eat? Herru, við erum að fara í fyrsta missjónu í dói, maður. Let's go. Hvernig var að gera Fyrstu maður þessari konalega fyrir batninni, hvernig þekkju hana? Já. Hún er náttúrulega búin að vara með manni allan leikinn, fyrir leikinn og mikil vinkonum hans. Svo sérðu á eftir, sko, í rigningu hvað kargóðu fyrir að ryðga og svona. Það er alveg magnað dæmi. Herru, sérðu? Við erum heldur þungan. Þetta er alveg smá dótsótt með á bakinu, sko. Já. Við erum að fara hingað. Engin rigning hér. Sól. Herru, svo hefur við að geta farið hérna. Hvað séu, cargo scanner. Já, þá getur maður að sé svona hvað það getur verið lost cargo. Já, því fyrir innan einhverja línu, sko. Heyrðu, ég bætti á bakið á mér. Þetta er svona sem að BT-ðin skilja eftir sig, það er svona kristallar. Já. Þannig að þú eru drepur á, þá verða svona kristallar til. Heyrðu, við þurfum bara... Ég veit ekki hvernig við gerum þetta, sko. Can anybody hear me? Sko, við erum bara í toppmálum, ekki? Við erum bara hérna eru bandittarnir. Við erum að nálgast á. Við heldum bara ána, ekki? Já. Ok, hér getum við náðið byssur. Ok, hvað hefum við að vera með? Hefum við að vera með Assault Rifle eða? Level 1, Assault Rifle MP, RB, hvað er það? Military pistol. En taka þetta. Ok. Ok, það. Wow. Sælir. Printar hann á staðnum eða? Já, þetta er svakalega greið. Það fyrir ekki, þetta er MP sem machine pistol á þýsku. Ok, nú fyrir að líða fyrsta partaðanum hérna. Hverju heldur þessi líkurnar að ég lifið það af? Þetta er ógeðslega flott grafík í þessu. Það ekki það? Öll vopnin eru non-lethal, það er vilja að forðast að búið til vote-outs. Já, ég skil. Já, þess vegna eru þau non-lethal. Það er góðu punktur. Það borgar sig ekkert að vera þessast í.
MP tegund af byssukulum, RB stendur fyrir rubber bullet. Já, ok. Jú, þetta gott að vera með, auðvitað okkar. Heyrðu! Æ, Hvað gerðu? Ég datt bara, ég alltaf að gleyma mér, maður. Já. Nú fyrir við að lenda í bandítunum, maður. Nú að fara hérna yfir. Þetta rough terrain hérna, sko. Ég náttúrulega með svo mikið á bakinu núna, sko. Sérðu? Heyrðu. Heyrðu, er þetta veggurinn hans Trump? Þetta alveg eins veggur. Já, þetta veggurinn hans Trump, örgulega. Hérna eru óþokkarnir, maður. Þetta er einhver landamærastöð hérna í Mexíkó. Jú, þetta er örgulega hann. Þetta er ekki. Ég held það. Ok, stelð það núna að segja þér. Ok, ég er til. Hörðu. Wow. Fullt af bad mofos hérna. Er það með geislis? Já, þetta er eitthvað þannig í dæmi, sko. Er það að stelð það í gegnum þetta, eða? Já. Ok, marking enemies. We're in enemy territory now. Það getur markað, ekki? Það er einnig bót. Það eru fleiri. Nei, þetta er ekki bara fínt. Hörðu. Getur þú farið niður fossin, já? Já. Þú lendir í vissinu, sant? Ég held að ég sé ekki að góðum stað hér. Svo, sérðu hérna get ég séð bara í vatninu hversu hættulegt það er. Þetta er bara blátt hérna vatnið. Á það ekki vera mjög... Ok. Ég hefði hæglega getað farið þarna niður, eins og þú sást. Panic punch? Það er búið að breyta tökurum svolítið. Ef hann fara hérna niður, eða? Þú treystir mér ekki. Við tökum hennar þarna sem snýr baki okkur, byrjum á honum. Það er alltaf classic. Svo er þetta að fela sig, sjáðu þetta, í... Þú veit, það er erfitt, það fela sig í grassinu hérna. Stance er svona, já. Þetta er betur að sleppa því að hlaupa ánga og kýla út í lofti. Já, ég er að rugglast á tökum. Þú með risað bösku sem stendur svo hátt og vatn. Já, reyndar. Sjáðu. Er hann ekki að horfa beint á því? Nei. Nei, ekki þessi. Hvernig tökum við það niður? Ég er með svona strand, þá getur ég bundið það. Leitar gamli. Þú getur tekið drastlega hans, sko, en ég kom með helviti mikið hérna bakið. Þar voru hinnir. Það er einn og það er annar. Okay. Mertur það ekki? Jó. Ég sé það þarna, séu bláu þríhyrningarna. Eða bláu þarna, mörkin. Já. Gæti verið að drepa þá, sko. Þetta er miklu flottara, sko, þarna ertu komið strax í eitthvað vehicles og... Heyrðu, hvað er þetta? Já, þetta er svona stöðva, það sem getur treytað inn. Þarna eru fleiri. Þetta getur við farið. Þú getur hakkað, þetta eru postboxes. Þú eru hakkar á þá getur við stólið frá þeim. Varningi sem þeir eiga, sko. Sjáðu, þetta er allt sem þeir eiga. En ertu með pás, ertu ekki fullt að... Jó, ég held að það sé ekki rosa gott að vera í núna, ég er með svolítið mikið. En það voru þetta bara eitthvað belti og eitthvað. Þeir hefum að taka hann út eða? Ekki? Jú. Come on, Eileen. Oh, you know what I mean. Þú verður að við ykkur að ég er náttúrulega king of stealth. Heyrðu, þeir eru farnir, ok, við þurfum ekkert að vera að díla við þá, skilur við. Hvernig var mappið þetta, verður að gera? Við getum bara haldið áfram hérna í gegn, eða ekki? Já, fyrir ekki. Getum við séð vegginn samt, ég er mjög spenntur að sjá hvernig það lítur út. Það lítur út eins og bandaríski veggur. Þetta er veggur, þetta er náttúrulega, við erum í Mexíkó. Heyrðu, þeir spottuðu mig.
það nokkuð? The King of Stealth. Hvernig gáttu þið spottað The King of Stealth? Gæti verið eins risastóra taska svo út með á bakinu, full af dótinu þeirra. Já, hann alveg stór, sko. Erum veitu, hann segir, sko, farðu á sína hlöðunartíman. Fara hérna, fara í system. Ég get ekki fara í save strax. Ok, ég ætla að gera þetta eitt smá. Já, ég ætla að gera þetta smá, því þið eru búin að spotta mig. Hvað? Stormurinn? Já, shit. Þessi leikur er ekkert eðlilega flottur. Þetta er þetta cool. Ok, ég ætla að gera þetta eftir. Jú, þetta er þetta flottur leikur. Ok, strong winds. Það er ég að halda mér hérna, sjáðu. Sterkir vindar, maður. Jú, þetta er þetta flott. Jú, þetta finn ég fyrir vindinum, maður. Herðu. Ó, herðu, sástu þetta? Já. Það eru þrumur og eldingar. Oh my god. Þetta er svaðar. Hann sagði reyndar hérna Bumbi er þetta að leggja frá sér bakpokan og það er að gera það eftir. Er ekki ís á það í stað? Nei, greinlega ekki þessu. Það gæti verið reyndar, það er komið núna. Þeir eru algjör ólíkt líkinda tól, hvað er ég? Við erum bara að komast á staðinn. Jú, þetta er að finna fyrir vindunum maður. Sheltering from strong winds. Move up close to wall of a structure to take shelter. Já, hérna er það. Það er svona aðeins reynt að... Hvað er vindinn? Hvaðan er að koma? Ég verði eiginlega að reyna að fara hérna að. Let's go. Þetta er aðeins lemmis. En menn vilja sjá loading tíma, sko. Ég þarf eiginlega að seifa þegar ég komin út af þessu. Þetta er örugglega gert það núna, eða ekki? Það ekki. Jó, ok. Ég ætla að seifa þetta. Ok. Já. Þú ætlum bara að fara í þá Return to title screen. Til í þetta. Og load game. Eða bara continue, en já. Já. What? Já, rólegur. Nei, ok. Þú ert búin að loada leiknum í menjúinu. Annað er þvæla. Nei, sástu þetta? Nei. Svona virkar ekki. Ha? Sjáðu, bíddu. Þegar þú loada leiknum, þá loadar þú save-unum líka. Það er ekki þannig mega sens. Nei, bíddu. Við erum bara í eitthvað annað. Nei, þú myndir kvitta leikið frá byrjun. Nei, bíddu, já, sjáðu. Nei, bíddu aðeins. Förum í system. Förum í load. Veljum hérna bara eitthvað annað. Hérna bara. Ok. Prófa. Ok, það var alveg frekar hratt. En þetta áðan var kjaftaði, sko. Hvað? Var það? Þú íttir á takkan og þú gæst ekki blikka þegar þú varst komin inn. Já, þetta er eitthvað mjög hratt, sérðu? Já, þarna ég var þarna, sko. Þetta er alveg hratt, sko. Þetta er samt alveg mjög hratt, þú verður að viðurkenna það. Þetta er vissulega mjög hratt. Maður er ekki mikið að bíða. Þetta er hann, sérðu, þetta er bara 2 sekúndur. Þetta er 2 sekúndur, já, þetta er styrlað, sko. Herriðu, við þurfum að, hvað ætlum við að gera? Já, við erum búin að prófa þetta, þá erum við bara að fara að koma okkur og leiða þetta. Það er helviti sterkir vindar hérna. Við þurfum að ná í kristallinn. Við erum komin mikið á bakið hérna. Svo þurfum við að læra á eftir hvernig við losum okkur í bakpokan. Er það ekki búið að koma í tutorialinu? Ef þetta er nýr features? Nei, við Norman Reedus. Features fyrir Reedus. Herru, þarna eru ormar. Hérna að borða. Ekki, hvað það eru ormar? Ormar. Borðaru ormar. Vaksa þeir? Hvað? Hérna. Ég held það.
Nei, kannski ekki. Þeir voru á vaxi ykkur svona yfirleitt. Þeir eru voðalega erum við lengi gegnum þetta belti hérna. Ja. Við erum að, ok, það styttist í stöðuna. Nú er ég þess á. Ah, 300 metrar. 300, herðu, það er beljandi stórfljót, maður. And I would walk 500 herðu, miles. Hvernig gerum við þetta? Ef maður að teka stöðuna? 500 more. Það er blátt, sko, við getum... Það gerist í gulu. Það er strömmur, sko, en við getum klifrað hérna. Þetta er lauflétt. Þetta er nú alveg flott vatni. Já. Betra þetta drulluvatni áðan, sko. Það var alveg... Þá fyrst sástu á væsti töruleik, sko. Það sérðu þetta? Þetta er nú heldur næs. Ok, við erum konir út úr stormunum. Nú bara að hlaupa. Er þetta hana? Þetta er flott, maður. Sérðu þetta rugl? Ói. Hvað er þetta? Þetta er svona stöð sem við þurfum að kveikja á til að koma inn á The Chiral Network. Það er þarna sem allt gerist. Þarna getur þú farið og getur þú sofið og ert með þitt eigið herbergi og eitthvað svona. Var þannig allavega í fyrirleiknum, sko. Þetta er svona neðjarðar borg, basically. Já, Ciudad Nudo del Norte. ID confirmed. Welcome, Sam. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. Access the delivery terminal to process your orders. It's on delivery terminal. Já, af það með þig, Sam. Af hverju þetta lendi þessu? Því að hann bara er að detta því að það er svo þungt á bakinu á hann. Það verður að halda jafnvægi, annars dettur hann á hliðina. Eyðileggur. Hvernig heldur þú jafnvæginu samt? Bara með R2 og R2. Ok. Ok, nú getur farið í Delivery Report. Já. 0% damage, sem að nú bara, ég myndi segja að vera geðveikt gott. Ekki? Jú, eins og það á að vera. Það skemmtist ekki mikið, þetta einu. Nei. Ok, sjáum. You must be Sam. It can't have been easy to come this far south. You're here to bring us on... that's a... Og þá setur hann, sko, tengir það við Chiral Network, sem er... S, við hengum S. There's hardly a scratch on this car. S er þess að peningurinn. Það er best. Nei, S er bara svona ratingið fyrir þetta mission. Já, ég skil. S er super bara. Ok, nú bringum við þá online. Nú bara gerum við, tengjum við. Tekur hann USB-leiklana sína maður og... Þetta var hann maður alltaf að gera fyrir leiknum. Nú er orðinur online. Sérðu líka kargóðunar, þetta eru sandi. Eftir hérna sanddrasli. Já, nokkulega. Hvað er að fokkin gerast? Nú erum við búin að tengja stöðuna. Já, þetta er bara þannig. Ok, nice. Herri, new strand established. Sjáðu, þá gerist þetta og færðu alls ekki svona bara nýtt svæði sem opnast. Sjáðu, En býtu, erum við ekki að eyðileggja viðskiptin okkar með að vera að gera þetta? Af því að við notum... Nei, þú tengja svæði. Ég veit það, en þegar þú tengir svæðin þá getur það nota róbotana. Þannig að þú ert að skjóta það í fótinn með að vera að hjálpa þessu liði. Nei, þú þarft... Nei, ég held ekki. Heyrðu, ég er orðin handler. Ég er að vera helviti góður hérna maður. Career statistics. Við erum búin að labba 3,3 kilometrar. Dúlegir. Bara í kvöld. And now we can begin fabricating the latest corpse disposal equipment. Until recently, we've been dealing with our dead by burying them in tar, but that solution was grown. We should be okay moving forward. Þess vegna brenna þér fólk, svo að draugarnir rekast ekki á líkin. Já. Please, stay here before... How are things in the region? Þetta er nýtt í nýja leiknum. Nú getur maður líka valið hvað maður segir. Það var ekki... Var þetta bara fullkomni, var þetta bara pure saga í fyrirleiknum? Já, kannski ekki ráður hvað þú sagðir allavega.
Ég held að ekki vissum að skipti máli í þessum. As I mentioned before, unfortunately, we, in trying to, and with the constant time, all these problems have contributed to an increased suicide rate, which in turn has resulted in even more... Óli, það venjulega liðinu svona 4 tímar áður en ég byrja að skipa texta því ég spila svona töluleik, sko. Já, hann að segja bara einhverja vitleysu. Strax byrjaði, sko. Ég bara hraðlesta, sko. Þú veist, já, nei, hann ekki að segja neitt mikilvægt. Hann Dragon mættur, velkomin aftur. Hvernig á sumarfrí, það var mjög gott. Við erum reyndar ennþá í sumarfrí. Þetta var nú eiginlega bara svona, þetta var skyndi ákvörðun að detta þetta inn bara út af Death Stranding 2. Og bara eftir nokkra mínútur ætlum við að gefa eintak af leiknum, bara hefðbundi eintak. Svo gefum við náttúrulega stóra eintakið eftir. Sérðu, þarna fær maður svona, maður með svona sitt eigi herbergi. Já, með svona surrand skjá og eitthvað. Já, það getur að fara í sturtu og klósetti og svona í fyrir leiknum. Já, horft á Office á meðan hann í sturtu og eitthvað. En sérðu dæmið, hvað hann allur í, sérðu hvað hann flottur. Hann allur í sandi út af þessu sandrasli og þetta er svo næs, sko. Sérðu, hann í sandi framann. Við höfum hendur í sturtu. Já. Hann alltaf hefur verið snertur af þessum BTs. Viltu fara, hann fara í... Þú með svona hasperur, þú veist, þú með drasla á öxlunum. Já, ég veit það. Hann fyrir sturtu. Oh, what a man. Hann allur úti í ykkur svona drasli þarna, ég sé það. Já, hann alltaf búinn að lifa tíman að tvenna þessi guður, sko. Já. Hvað gerum við næst? Ok, við notum toilet og shower, ok. Sam's sunburn has healed. Já, þetta sunburn? Ég held að það er bólga eða eitthvað, ég veit ekki. Er maður að brenna í leiknum? Er hann ekki í ég komst bara að því nýlega á fullorðinsárunum að þú brennur í gegnum föt. Og það er til spes föt sem leyfa þig ekki að brenna í gegnum föt. Og hvað ertu í því? Er það bara svona asbestgalli eða? Nei, það er eitthvað svona... Ég var á tenni, tók eftir því, ég var að brenna í gegnum bólið minn. Og þá sá ég í búðinni að það var svona UV protection í fatnaðinum. Það er reyndar sturla, sko. Sér, nú er hann að dreyma. Hann er alltaf að, þegar hann leggur sig, alltaf eitthvað vissin á hann. Það dreyma eitthvað. Hann sefur ekki vel, sko. Nei. Það er alltaf eitthvað vissin á hann, sérðu? Var hann ekki líka í vissinni í dreymunum í Walking Dead? Var ekki hann alltaf sem var að horfa martraðir og eitthvað? Ég veit ekki, ég hef ekki séð Walking Dead. Nei, ég ætla að horfa, er það geðveikt eða? Já, gott spekk inn í þessu. Ertu að kaupa frá Temu, Dói? Hvað var ég að kaupa frá Temu? Já, þetta sólavarnarfötin. Ég hef ekki keypt frá Temu sem ég keypti þarna 20 bólina, menn allar eins. Nei, það er alltaf að duga bara. Sérðu, hann er reyndar orðnir frekar lélegir, ég verði að veikina. Hann er komið tjöruhendur. Úff, það er að versta í heimi að vera með tjöruhendur, sko. Ok, hvað kom fyrir maður hans? Hann var svona barn hann var einu sinni svona barn. Það var skorið, þetta er flókisa, ég glemdi þessu recapinu en það er svona... Hver lemur svona fast? Hvað sem þú lofaður að trúa fast? Þarna er Emily. Þetta er Emily. Hann var náttúrulega bara dreif. Hver er Emily? Já, hann var fyrsta barnið mitt. Hann var fyrsta barnið, hann Sam. Are you alright? Hann var einu sem svona pokabarn, Sam, sko. Hvernig er hún komin þangað? Hún bara mætti. I'll admit, this stuff is pretty new to me. But the app has been... Við erum að fá barnapíu-appið, sko. Figuring out why a baby's crying. Getting the milk just warm enough. Sérðu hvað grafíkin er satt ruggluð í þessu, sko. It's had the perfect advice for every situation. Hún er líka frekjuskærinn hennar alveg perfectly, sko. Hún er með þetta frekjuskærinn in real life. Já, þessi leikuna? Já. So... Já, nei, þau eru bara sem hologram. Það hleyta að vera, ég ætla að segja af hverju í fjandinum ætti hann að gera þetta ef hún myndi sem bara koma. Já, það var bara mætt. Já, það er enda slítið því að sé það núna. We're fine. Trust me. Just focus on the road, okay? Yeah. Okay. Við þurfum alltaf, þetta var bara 1 af 3, sko, sem við þurftum að setja í gang. Þetta er vel detailed karaktermodell á kallinum. Við erum búin að fara á klósett, fara í sturtu. Það er held ég ekkert meira að gera hérna, held ég. Getur þú sett eitthvað skemmtilegt í sjónvarpið? Go to sleep er búið.
Jú, hann eitthvað. You sync. Okay. Customize look. Customize look. Hvað, erum við ekki að fara að henda á hann sólglerugum með það? Þetta bára. Flottur! Nei. Hann flottur, maður. Þessi kannski... Heyrðu, sérðu, það að gera þetta svona líka. Ok. Verðum með þetta. Nei, þetta það fer honum enga veginn, sko. Hey, why me? There one. Ha, heyrðu. We're backwards. Oh god. Hvað? Black camo. Þetta næs, maður. Nei. Ég veit það flottur, maður. Ha? Það svona, hafi verið að vakna bara. Svo 40 ára pappi sem að trúir ekki hans rosa gammal. Já. Ok, djúðlarnarsanst svalur. Ok. Það getur við séð. Hvað á borðinu? Í sko fyrirleiknum. Þú sjá. Hvað að gera hérna? Getur við farið... Í fyrirleiknum, þá hvað? Þá var hann alltaf eitthvað... Það komið ný tegunda. Nei, þetta er bjór. Chiral tea. Nei, þetta er te. Svo getur maður að borða svona, hérna. Borða eðlu. Hvað þetta heitir. Malk, myndi ég segja. Og drukkið Chiral tea. Ok. Þetta er flott. Það svo að sé bara á leiðinu okkur á rocktónleika með Scorpion. Það sé bara, hann sé bara... Meira eins og þetta fara 1960. Á einhverjum bandarískum fótboltaleik. Rauðningsfótboltaleik. Og ert á bílaplaninu að grilla og drekka og eitthvað. Er þetta custom að segja þetta bakbóka? Það var líka hægt í fyrirleiknum. Ok. Það sé you can fabricate custom attachment fit them on your backpack. Ok. Fabricate patches. Ok, hvað myndir þú vilja fá hérna? Það er sveppa. Hvað er í boði? Þetta. Herri, þú getur skrifað ABBA. Skrifaðu ABBA. AB, er það hægt, eða? BBA. Getur ekki gert 4 svona? Veit ekki. Jú, heldur þú það? Ég held það. Jú, þú getur gert ABBA. Ok. If you change your mind on the first day of night, honey, I'm still free. Take a chance on me. Hvað? Það er svo lítið til að skemmta. You need me, let me go, be around. Herri, ok, aftur B. B plus núna. Take a chance, take a chance, take a chance. Jú veit þetta magna, við getum þetta ABBA. When you're all alone. Þetta er Honey, I'm rosalega. still free. Take a chance on me. Ok, við erum komið með ABBA aftan á... Þetta er þetta geggja. Styrla. Æjæjæjæjæj. Þú getur gert eitthvað meira? Patch. Hvað getur þú skrifað með ABBA? Það er ekkert blótsýrið eða neitt hannig. Nei, þetta er svo góður. Ok, þetta er geggjað. Ekkert að þessu. Geðu það með ABBA bakboka maður. Ok, customize look. Býtu, vorum við ekki að því á hana? Þú getur gert það líka við, hérna... Þessi fuckar sem þetta er. Það er flottur, sko. Það kemur svona... Af hverju kemur svona upprópunarmarki hér? I don't know. Attachments. Fabricate. Átt ekkert ég að blóðtýpa þín. Ég held þetta ég að blóðtýpa þín. Já, þetta er það. Þetta er alltaf, þú veist, ef eitthvað finnuðu döðan bara eitthvað, þá var alltaf... ABBA? What? Það er bara, halda, já, hann er ABBA dándi. Nei, það er ekki að bjarga lífið sem þannig, sko. Hvað getur við, á hverju... Ég vissi þetta ekki. Þú getur skrifað level skip í Disney Aladdin með ABBA. ABBA. Já. Customizing your private room. Sko, sjáðu. Það er sant. Þetta er næs, sant. Það getur gert þetta, skilur. Fær þetta meira til hæra en að barnið er ekki í myndin, þetta er bara þú. Hvað? Nei, geta það ekki. Það var fyndið, maður. Hvað er hér? Sleep till morning. Hvað er það að setja hérna í bakgrunn? Hérna er barnið í brúsanum. What the fuck? Það er flottur, maður. Hver er þetta? Hvernig kemst ég? Þetta er ekki þú? Jó, þetta er hann í fyrirleiknum. Alltaf 6 ár síðan, sko. Var annar leikari, eða? Nei, sami. Review og test weapons. Getur maður að fara í það núna? Það er alveg komið svona fullt af nýju stöffi, sko. Er virtual reality headset þarna?
Já, þetta er armory. Þú ert að fara í tutorial, sko. Já, svo segir hann, þú getur sett myndir sem þú tekur í fótómót á veggina. Þannig að maður getur alveg customæsa þetta. Já, við erum að taka eitthvað fyndið. Er ég að fara í weapon tutorial? Ok. Já, ok. Erum við nokkuð að nenna þessu? Við viljum bara fyrir að halda áfram. Ég myndi að segja, þú varst að fara í tutorial, sko. Já, ég nenni. Hvernig kemst ég út úr þessu VR, nei, út úr herberginu? Fær tilbaka, kannski er það komið option núna þegar þú ert farin. Private room. Getur ekki staðið upp og lappað eða? Nei, ég held að getur bara valið, sko. Go to surface. Nice. Þú getur bara farið út. Já. Get ready, take on main order at C1 terminal. Ok? Förum í það. Ég veit ekki hvað sé í þessum leik eins og var í fyrri. Í fyrri var bara side missions nánast useless. Ég held að sé aðeins meira að taka þau núna. Hvað kemur núna? Good morning, Sam. We're already making progress in addressing the... Once again, I've got to... If you access the delivery terminal, we have some materials on hand. Now, we don't... But as you link up more facilities to increase... We should... Hann bara að segja manni að við séum geggjaðir. Það ekkert, þú veist, hann ekkert að segja neitt. Ok, take on orders, þá getur valið eina. Hvað þetta hérna? Deliver one or more remote medical units to Villa Libre. Ertu vissum að þetta sé samt ekki svona procedurally generated mission? Þú náttúrulega ert enda með main missionið, þú ert ekki búin að klára það. Þú ert bara búin með eina borg. Nei, já, við erum að halda áfram main missioninu bara. Ok. Við erum að fara í hérna... Já, við erum að klára það. Keep an eye out for the rivers and bandit camps in the area. Það bandits þarna? We left behind some spare equipment in it. If you see it, there should be also with a mo. Fine. Okay. So what do you think? Take your time. Ok. Hvert er hann að fara? Ef við ekki bara fara hérna beint áfram með það? Ef hann að fara ekki um þjófabælið það? Já. Viltu fara í gegnum eitthvað aksjón eða? Þú ræður, já. Við farið hér, svona aðeins reynda sættraka það hérna. Ekki? Já, en getur ekkert lappað í þessari neðan borga? Ertu bara með þetta eina herbyggi hana? Já. Þetta eru 40 kíló. Okay. Every piece of equipment you take, so think carefully about your loadout. Ok, við þurfum að passa hvað er. Við þurfum að taka þetta. Eru ekki stamina eða? Jú, þú gerir það, með að borða líka og svona. Ok, við verðum að taka þetta. Þetta er náttúrulega bara... Ok, hvað erum við að taka með að þessu? Þetta er eitthvað fabricate, já, við erum ekki að fara í það. Við þurfum að taka þessi 2 unit hérna. Það bara segir sjálf. Já. Og við setjum það bara á bakið. Jú, þetta er samt mikið, sko. En við verðum eitthvað að managea cargoið, sko. Við getum ekki verið með þetta allt á bakinu, sko. Við ekki að taka bara byssun út, eða? Þú verður að hafa einhverja byssu, sko? Já, bara assault rifle. Ok. Hvað með ammo? Það ertu bara með endalist ammo, eða? Nei. Við ekki bara, ég tók samt bara byssuna af, sko. Auto range. Já, ok, það setti eitthvað hendurnar á sig og svona. Við verðum bara að fara með þetta greinilega. Alltaf að taka auka skó, segir þér hérna. Já, ég á ekki auka skó. Horfa á þeim maður, allir út í ykkur fucking kössum. Myndi af hverju auka skó? Já, það er damageast. Áhugavert. Ok. Við getum farið hérna fabricate og þá getum búið til skó. Við getum búið til skó. Já, getur við fengið bíl? Ekki strax, held ég. En það kemur mjög, víst, held ég, fljótt í leiknum. Miklu fljótar heldur en... Og getur þú þá keypt allstaðar eða hvernig virkar það? Ok, nú erum við með skó. Þá förum við bara í
Auto-arrange besti vinniðin í þessum leik, segir Rosengrass. Já, það eitthvað rétt. Þessi hattir, Ólafur. Þetta spá. Má sjá, Pítur, hvað gerði ég? Ég ekki allir ljótan. Eða, þú veist öll gúlstegin sem hann með að vera svona rugged gæi. Breytir hann í frat douchebag. Setum hann, við höfum bara, það eru skór komnir í bókan. Það aðeins að venjast nýja, sko, nýja hérna, já, það kann flott út. Heyrðu, fuck my life. Hann hleypur nú ekki hratt svona, sko, þetta alltaf með mikið á baki núna. Þú lappar bara með IKEA eldhús kitchenette hann á. Já, sérðu hvað þetta mikið. En svo getur maður að fengja alls í svona stóðtæki og grindur og drast. Heyrðu, það rigning. Úff. Nú rykkar allt, sjáðu. Sér þetta? Já. Kargóðum bara eyðilegst í svona rigningu. Það eldist allt í rigningunni. Hvað ætti að gera? Bíða það? Nei, timefall. Exposure to timefall damages containers, reducing their capacity to absorb impact. Use a container, container repair spray to restore them to original condition. Sko, í fyrirleiknum gæstu fengið svona veðurspá og séð hvaða svæði voru með rigningu. Já, hérna einhver gaur búinn að setja svona marker. Þetta bara einhver gaur still free text. Við getum gefið hann like. Wow. Hann bara gerir hennar marker hérna bara. Þetta bara einhver annar player. Þú getur líka smallað merkið hans. Já, ég get alveg gert það yfir. Þetta svona eins og Dark Souls dótið sem ég skildi aldrei. Hvernig virkaði Dark Souls dótið? Er eitthvað skildi eftir eitthvað svona drastlandaðir? Já, reyndar. Það svolítið skildið. Erum við ekki bara að fara? Erum við nokkuð að pæla í þessu það? Erum við ekki bara að drífa okkur það? Þú sást hvað kom fyrir dótið þarna. Er þetta ekki bara að fara að ryðka strax og allt í vesni? Ef að taka nokkuð meira með okkur hérna? Jú, tökum aðeins meira. Hvað er þetta að gera? Hann með 60 kíló á bakinu. Nú fyrir alltaf að ryðka það. Við getum... Sérðu hvað, ryðka hratt eða? Ég er að lappa, ég er að lappa. Við getum sko droppa hér ekkur líka sko. Þú varst var með að stað, what the fuck? Nei, sjáðu hvað, ég var að sækja þarna materials hérna. Það ekki? Ætlar að setja meira á þig eða? Nei, ég ætla að gera hérna. Þú geti ekki... Nei, ok. Þetta bara rugg. Förum bara fram, let's go. Við erum að regna niður hérna. Hvar sérðu hvert út að fara? Áttina og svona. Er það ekki svo skjánum en er það falið af því að mynda okkar er fyrir? Já, ok, ég skil. Heyrðu, þetta er hærra fjall, þetta er í bjóst við. Ef hann fara hægra með fjallið og sleppa við gleppmennina, ef hann fara vinstra með fjallið og taka gleppmennina. Þú getur ekki arist með þetta IKEA drasla bakina þér, sko. Við getum skilið kargóin eftir fyrir bardaðan. Það stendur Abba aftan okkur. Mamma mia, here I go again. I'm mine, how can I forget you? Þetta er cargo container ruined og ég ekki með repair spray á mér. Does it show again? Yes, I've been broken hearted. Sérðu þetta? Rising rivers. Það hækkar í ánum þegar það er svona rigning. Það er sturlað. Open your ring and getur séð hvar water levels are rising. Hvað séum við það? Hérna. Það er að hækka í áni hérna. Hvað ætlar að gera því? Við erum hér, Dói. Hérna eru vondikallar. Hvað myndir þú gera? Erum við að fara, sko, við getum farið hérna yfir ána. Það er hérna ladder. Farið hérna og bypassa vondukallar. Eða viltu fara head-on í þessari rigningu á vondukallar? Ég held að þau eru að bypassa þessari vondukallar. Ef við ekki að fara bara til hægri og... Já. Það er eitthvað stíi hérna. Við erum lovers, not a fighter. Money. Við förum beint á stigan. Það er alltaf riðgæði þetta hjá okkur. Við getum ekkert verið að lenda í einhverjum bardaði. In a rich man's world. Hvar var stíginn? Það er hann.
Það er líka í burtu. Þetta er eitthvað sem aðri player eru búin að setja og ég elska það, við þurfum að læka það, Óli! Þetta er búin á 127 like, Ragga Fox, við þurfum að læka við erum búin að læka og við erum hér, Rebro, Ragga Fox er redd okkur. Takk Ragga. Takk Ragga, thank you Raggy. Þeir eru hvað þetta er nice. Release of the rope. Þarna er stíi, og hver setti hann? Jarbisek. Já, sá miklu mistari. Hefur ekki að læka þetta hjá hann? Það er enginn búin að læka hann. I'm Sam. Hvernig læka ég hann þetta? Jó, ég var að læka stíðan. Ég vil þetta ég að vera ánæður. Nú er hann bara heima eftir það. Hörru, það var eitthvað að læka stíðan í það. Ég aldrei að sé bara inn í stofi núna að voru að sjóða með konunum bara. Já, nice, Óli er fucking í OS. Já, hann færi eitthvað svona notification í síman í PlayStation appið. Hörru, Óli fucking í OS var að læka hjá með stíðan. Blessaður Antoine. Já, herru. Kristinn segir að við séum í göngutúr hérna. Það er eiginlega það. Herru, ok, nú gengur ekkert á þetta. Sérðu þetta, sko, leikurinn er oft svona, þú veist, hann er náttúrulega hægur, maður er náttúrulega að labba, en svo koma faratæki bráðum. Við erum á árbakkanum hérna. Ekki hljópa steinina maður, hvað? Jöfull er þetta þungt maður á bakkinu. Sérðu, hann heldur ekkert jafnvægi. Já, já. Herru, við þurfum að komast yfir ána aftur. Erum við með stiga á okkur eða? Mástu það? Getur ekki fabriketta hann bara? Ok, Jesus Christ, gæðin er alveg ekki að ráða við þetta. Og Faber getur ekki, kíkjum á vatnið. Já, þetta er nú easy vatn, sko. Nei, þetta er kvist þarna. Já, það er blátt, svo. Já, ef að stamina fyrir niður eitthvað, þá dettur hann og bara flýtur niður ána. Oh my god. Hér er eitthvað. Children's Picture Book. Þurfum ekki að taka, heyrðu, býttu nú við. App. Þú ætlar að fæta. Eins og þú ert bara hana, já, ok. I'm a fighter, not a lover. Þetta hitt hann. Oh, dead. Þú glemtir The Pictures Book. Já, ef hann taka hana það? Já. Það var að hugsa upp barnið, þetta er að koma bara heim frá útlöndum. Það er að koma frá útlöndum. Hvaðlega? Þú ekki að læka þetta hérna? What you looking for, dumbass? Ok. Sagði ég það við? Já, þú sagði það við hann. Heyrðu, container repair spray. Heyrðu, við getum með, það er komið. Ok. Ok, ef hann prófa að gera það? Já, spritaði þig. Sprayaði þig, menn nei, ó. Hvað er það? Hvað er alltaf að sé? Í hérna er það. Hérna? Ok. Við erum að laga drastum. Hey. How do you like them apples? Fully restored. Ok. Children's Picture Playbook. Heyrðu, ok, heyrðu. Það er að segja þér hvað það er svo að restóra, ég skil. Eigum við að ræna hana... Ertu með pláss á bakinu fyrir meira? Nei, sýnist þið það? Nei, við gerum alveg ekki. Heyrðu, ég var að sjá hvar við erum. Hvar erum við í heiminum? Já, ok. Við erum næstu í hálfnaðir, við erum aðeins hálfnaðir. Ok, við þurfum eiginlega bara að fara beint áfram, eða ekki? Ég held það. Ok, eigum við ekki að vera að hugsa um vondukallana? Nei, viltu samt ekki vera þarna upp og það lítur út fyrir að vera alveg vesen þarna í hliðinu. Það er einhver gaur hérna samt, sko. Æ, og breytum takka. Nei, það er ekki neina. Herðu? Ok, repair spray. Já, ég þarf að bæta því á baki á mér, sko. Gerðu hvað, þetta var mikið. Hann er að fela sig. Þú skilkir henni að fela sig í ykkur grasi. Það stendur þetta. Hiding with too much cargo. Control the height of the cargo load. Það er engin að... Getur þú kontrólað það? Getur þú stilt þetta einhvern veginn? Já, sko, ég fer hér. Já. Og fyrir cargo management. Þá ég get allan að fyrir auto range. Nei, hann er ekkert að... Nei, ég held ég get ekki gert það núna, held ég. Bara með ómikið á þér kannski. Já. Herri, en við þurfum einhvern veginn að koma okkur fram hjá þessum gaurum. Það eru gaurar alltaf.
Ég nenni ekki að lenda í bardaga þetta. Sérðu hvað fljótið er ólgandi, sko. Það hækkar í fljótinu þegar það rignir. Heyrðu, þetta gaur. Hvernig tökum við hann? Hann búinn að sjá okkur. Bara Þeir tveir. Það ekkert annað í boði, vissan. Ok. Hann alltaf sér fraktlestina að fara í grasi. Skjótt hann! Ok. Það sátt aldrei break. Herri, fuck, nú erum við komnir. Við verðum meira að hlaupa í gegnum þetta, sko. I wanna dance with somebody. Það var annar hana. Ok, ekki að minni vakt. Verðum við ekki að koma bara í burtu? Jú. Verðum hvað þetta ég þreytist ekki á að segja hvað þessi leikur fallur. Hann mjög fallur. Hann alveg bara vissar að maður það, sko. Herðu, býttu. Þetta var þetta vel gert. Já. Not Herru, hér búin að bad. gera stiga. Læk á það. Læk á það. Carrying too much cargo. Þessi álítur ekki vel út. Við erum ekki að fara hérna yfir, sko, ekki nefn við eigum kannski stiga sjálfur, sko. Nei. Við erum ekki að fara hérna yfir. Setjum að hérna. Það er eitthvað annars stíð þarna. Það er ekki fáið like á eftir. Eina góða við að losna við hennar stiga er að þú þarft ekki að gera neitt til að aðri geti svona Óli og endilega að þau eru að spila like við stigan og svona. Já, þið sjáu stigan minn like hann. Heyrðu, þarna er held ég terminal sem við getum. Þetta er eitthvað terminal. Þegar hann var að tala hann að börinn í brífing. Kassin orðið svona skemmtur þarna á bakinu eða er þetta eitthvað? Nei, þetta er Abba bakbókin hann að. Ok. Hér er ykkur búin að gera eitthvað fyrir okkur. Entrust cargo. Þú getur tekið sko þetta. Are you sure to ask another porter to deliver the selected cargo? Nei. Heyrðu. Axolotl journey. Okay. Hérna getur við farið í upgrade, share cargo with other porters og storage. Já, ok. Hérna er þetta fabrikita sko, en okkur vantar ekkert, við þurfum bara að koma okkur á staðið, ekki? Hvað er fyrir ekki að styttast í þetta? Við erum konur út úr óvinnarsvæðinu hérna. Og það er engin á, jú, hérna er á. Við verðum bara að fara hérna. Let's go. Ég veit ekki hvernig við komast yfir þetta. Er einhver stíi eða eitthvað hérna einhvers staðar? Nei. Sko við getum farið þann til vinstri, hérna bara beint áfram. Já, við getum skannað ána svo sem. Það er seint. Þarna er þetta ekki hérna? Repairing cargo containers. Ertu vissum að ég er ekki að laga hann? Já, það getur verið sko. Tími til þess? Eða græður ég kannski ekkert á því, eða? Jó. Jó, þá skilur hann mér betra, eða sko leiðu dettur. Já. Og konteinerinn er bilaður. Skilur? Þú ert ekki búin að detta svona? Nei, ég veit það, maður getur alveg hæglega dottið með svona mikið kargó. Þá er hættan á sko að það eyðileggi kargóin ef að konteinerinn er ónýtur. Já, ég skil. Heyrðu, þetta er þetta bara. Ekki? Við gerum þeim jú. Villa Libre. Ég er on our way. Erum við ekki að fara að gefa eintak af leiknum? Bara fyrsta eintakið af hefðbundna leiknum. Við gefum Collector's Edition hérna seinna í kvöld. Það er eintak sem kostar bara 30-40k út og búð þegar að gefa í næstu viku. Og svo ætlum við að gefa dómin og sinnegni með þessu og gera eitthvað skemmtilegt hérna. Þannig að við bara, hvernig erum við að fara að gefa í kvöld? Er það hjólið eða er það bara... Uppröðumerki giveaway. Uppröðumerki, ertu búin að opna fyrir? Ég er búin að opna.
hendi í upprúðumerki giveaway og þá erum við bara venjulegt eintaka-leiknum, bara kóði sem við fáum sendan. Við erum konir. Þetta er flott maður. Þetta er svona lítil stöð, sjáðu. Og svona lítill bílskúr. Það er að joina giveaway á mínum account líka. Já. Ég veit að þú ert náttúrulega alveg rosalegur, sko. Ég er náttúrulega með á 3, sko. Ég veit það er auglýsing því ég opna Game 2. Síðan hvenær? Ha, er það? Ég er bara að horfa á ad. Eitthvað Fire Stick. Já. Sjáðu hérna. Við erum konur í svona litla, nú aktivitum við þetta. Deliver and report. Sjáðu hérna. Við erum að fara að delivera og þá minkar nú heldur betur. Við erum að, getum við ekki slögt á þessum auglýsingum með það? Ég held ekki, ég held að þetta sé bara Twitch að reyna að vera jerks. Ok. Sjáðu, nú er eiginlega ekkert að bakið á. Jó, reyndar. Náttúrulega að denda með þetta á hausnum og augunum. Já. Hvað ætlum við fáum S? Við veit að fáum við S, dói. S fyrir súpa. Súpa. Troopa. What's I gonna find you? And I must be... Súpa. Við erum að fara að tengja þessa. USB. USB. For the win. Hann rýfur þetta alltaf af sér, ef þið ekki eftir því. Þetta er hálsmenn, sko. Það er ekki að fara að skemma. Það veit ekki að fara með andlit. Þeir eru hvernig flottur með sólgleraugun og þeir hún aftur og bak. Ég er að móta þessum sólglerum. Ok, ég get tekið af, sko. Sjáðu, nú opnast nýtt. Það er rosa mikið í interfacinu sem að það bara venjast, en er miklu flottara heldur en var. Útskýr eitt fyrir mér. Minkuðu Bandaríkin eða? Að þeir sanga þessu labbar yfir heilt fylki sem að tæki þig í Bandaríkjunum líklega svona 2 ára eða eitthvað? Nei, ég veit það ekki. Ég get ekki svarað því. Þetta er Ástralía. Býttu, hvað er komið hérna? Item data, já, nú get ég fara að búa til. Það lúkast þetta þessu Bandaríkin, Þetta er Mexiko, þetta ég. Það er ekki Mexiko allt. Ég held að við séum Mexiko núna. Ástralía? Það er Ástralía líka í leiknum, ég held að við séum Mexiko núna. Við erum að hjálpa þeim, sko. Þau voru ótengd áður við komum, sko. Við erum að taka Marry with your baby. Ef hún bara ekkert skemmt að segja þessi. Það er eitthvað að tala um. Það er eitthvað að henni. Ok. Old people. Þetta er staðið fyrir mig. Við sáum veggina Trump í alvörunni. Hann var þarna. Þetta er Mexiko, svo verður held ég Ástralía eftir. Some of the cargo we had stored here, the water carried it into Bandit. Já. Þetta er, sko, þetta er ekki sem skipti, þetta er ekki story relevant, sko, það sem hann var að segja. Hún er bara, segja okkur bara, við höfum að hjálpa henni og taka ykkur cargo hérna. Við erum með 17 kíló á bakinu, við erum í toppmálum. Ok, hvað er? Orders. Ok, recover. All chiral density. Ok, við erum byrjað það, tökum við það. Við verðum að taka þetta alveg. Já, þetta er ekki bara main story, þannig að þú veist. Jó. Við viljum það sem ekki nú er hann bara eitthvað flókið dæmi, sko. Watchtower, ok. Nú getum við fara að búa til, sko, structure, sko. Ok, þannig að við förum inn á eftir, þá verðum við að gera það. Ok. Já, bara, let's go. Place a marker, við þurfum að fara í draw, route, svona, við erum að fara í fjallgöngu núna, sko, og hérna á milli, og setjum turn upp hérna. Þú veist ekki hvað þú kemst þarna á milli, getur þetta ekki verið að þetta sé svona, ekki traversable terrain? Hæ? Getur ekki verið að þetta sé ekki traversable terrain? Jú, geta alveg verið, sko. Já. Ok, þetta hérna, þetta PCC level 1, þetta gerur okkur kleift að búa til byggingar.
Þannig að við skulum taka eitt svona með okkur. Fabricate eitt svona, ekki? Veitu, hvað mennur búið til bygging? Getur þið búið til hús eða? Já, það er brýr, hús og allt. Með þessu dæmi hérna. Þú segir brýr, þú ert ekki að tala um stiga yfir ána, þú ert að tala um bara brú. Nei, bara alvöru brýr, sko, já. Ok, og hvað kostar að búa það til? Þarftu ekki að farma eitthvað? Setjum við þetta hérna, setjum við þetta á bakið á okkur. Svona. Cargo management, auto range, ok. Nei, ég þarf ekki að, jú, þú þarfst að farma, jú, það kostar materials að gera þetta. Þannig að við erum með á bakinu assault rifles og þetta PCC, attached to suitor með annað PCC, metals, container, repair spray, electric rod, hvað er það? Shit. Það er það sem að lightsaberinn sem gæðin voru með. Já, bara svo notaði sveitinni. Já. Við getum recyclað þetta hérna, þið verðum bara að nota þetta og recyclu það. Ok, nice. Við erum með auka skó. Þá held ég að við getum bara farið, eða ekki? Jú, let's go. Það er hérna, hversu mikið voru skotnir rótnir notaðir hérna á forritni. Þú veist, varstu nálægt í að klára þá, eða? Við getum farið hér í... Förum í cargo... Vítu, 8 requests. 8 requests are issued by the inhabitants of facilities and do not need to be accepted like orders. Request will be deemed complete once you've done what's required. Ok. Herru, já, cargo management. Hvað er mikið eftir að skónum? Hérna? Það er 24%, það er alveg 75% eftir, 76%. Nó til maður. Herru, let's go. Build a watchtower. Við erum að fara í það. Jú. Herru, djúður flottir hérna. Like á það. Við erum að like hjá fólki hérna maður. Þegar hvað þetta er svo fallegt. Já, hann hleypur nú heldur rætt. Já, þú ert ekki með IKEA eldhúsið á bakinu þér. Já, þetta er hann aðeins léttari núna. Já, þetta er náttúrulega góð. Akri segir þetta sé bara trail running simulator, þetta er náttúrulega svolítið þannig, þetta er... Það er ok, við þurfum eiginlega að fara hérna inn í skóginn. Og hérna er heldur svona pöllur. Don't be afraid. Ég veit ekki hvernig það virkar. Við erum að gera það síðar. Herru, ok. Stamina er í lagi, barnið er í lagi. Við erum ekki með barni. Herru, rólegur! Oh my god. Hvað í fjandar með þetta maður? Lappaður inn í nýtt land, ertu komin í Brasilíu? Nei, við erum hérna þá. Herru, verðum við að lappa hérna upp. Sástu kvikindir hérna? Nei, hvað kvikindi? Hæ, sérðu? Kóngula er hérna á veginum. Ég sá ekki neitt. Þú sjáðu? Herru, já. Hvað er þetta? Ég veit ekki, ég hef aldrei séð þetta áður. Það er svartrast. Sjáðu, en við getum klifra hvað sem er, sko. Það er held ég, þetta er svo næs, sjáðu. Getur þú samt sem að klifra hvað sem er. Ertu að fara upp þennan vegg hana? Nei, þú veist það sem er svona realistik að fara, skiljum. Ég geti klifrað þetta. Já. Sérðu það? Það er alveg næs. Ég veit ekki hvort þetta sé að skila mér einhverju. Nei, ég held ekki. Ætlar að fara þarna allar leiðinu upp? Nei. My god. Þetta er bara sniðugt. Ekki? Jæja, Ólaður. Ég slapp við kóngulöðnar. Vissulega. Svo getur maður alltaf gert þetta og sér maður hvað er framöndan. Svo séu cargo hérna. Það eru chemicals. Það eru ekki að henda þeim á bakið, við erum með svo helvíti gott space núna. Það verður að ná í náttúrulega alls svona resource stæmi, sko. Einmitt. En hvernig svona er þitt impression að þessu? Þú spilaðir ekki fyrir leikinn, þú veist, hvernig ertu að fíla þetta?
Mér finnst þetta alveg töff og flott, en ég að spá, verður þetta nokkuð á endanum svolítið þreytt? Nei, þú fær faratækið smá tíma, þá gerist allt mjög hraðar. Þetta bara svona smá introductions á þetta núna. Okay. Ég lofa því, eða þú veist, það bara þannig. En sko, nei, og svo sagan svakaleg. Þetta alveg 50 til 80 tíma leikur. Hvað séu? Ok, þetta að gera þetta leikana. Auto range. Sko, við erum komið stiga. Næs. Herri, ef maður fara, ef maður taka þetta sénsinn á fjallinu það? Akkur ekki. Hvernig líst þér á fjallið? Bara, vel sko, ég... Þú veist, heldur þú komist upp eða? Akkur ekki. Ég sé það svartara. Herri, ef maður fara að draga út í leiknum með það, við erum búin að náttúrulega, sko... Það búið að upprópa, við gefum bara smá yfirbót, það upprópunarmerki giveaway. Við erum bara að gefa eintaka leiknum Death Stranding 2, venjulega leiknum, svo gefum Collector's Edition hérna setna í kvöld. Það hann að gera. Og hérna, en hann er síðasti síðans, hendi í þetta. Þetta alveg erfitt núna fyrir hann, þú sér það. En hann meikar þetta kall. Don't slack off. Heyrðu, someone traveled on your trodden path. Já, það eru mennur farnir að feta í fótspor Jóelsins. Það er heldur gott. Og gaf hann þér ekki like, eða? Jó, ég held að. Býtu, ok, hvar eru við stattir í heiminn? Alveg er dónaskap. Ég ætla ekki að fara þarna. Ég ætla ekki að fara þarna. Sérðu? Fórst í vitlaus átt? Ég ætla að fara hér. Það fór hér. Ég var að reyna að krossa hérna yfir það. Já, okkur ekki. Er það ekki algjörst þessi, jú, sjáðu þið? Ég ekki að ná því. Herru, ég veit ekki alveg hvernig við... hvað við tókst að fokka þessu upp, maður. Herru, rope! Það eru sett rope hérna, við þurfum að gefa like á það. Það er greinilega eitthvað verið hérna. Like maður. Thank you, kind. Thank you, kind sir. Var þetta eitthvað fyrir like? Er þetta bara svona... Nei, það er bara gaman að setja þetta upp, sko. Herru, rúmfattalæðurinn er mættur hérna, maður, og Gísi Kettlingur, og ég vil þetta gott, maður. Það er allir mættir, menn er að lurka þetta í streyminu sem er gott, sko. En við dæmum ekki fólk sem er úti líka að leggja sér. Það er gott veður. Dói, við rættum hérna fyrir streymið. Þú ert náttúrulega maður sem að finnur enga mun á ástíðunum. Þú ert bara alltaf inni í þér. Já. Það er bara ákveðin lífstíl. Það er bara alveg rétt, ég finn enga mun á ástíðunum. Ég er alltaf bara inni á mér. Já. Have faith. Herru, ok. Herru, eigum við ekki að draga eintaka leiknum. Þetta er eintaka Death Stranding 2, venjulegt eintak fyrir PlayStation 5. Og herru, hérna, sjáðu. Hérna opnast eitthvað. Sjáðu. The valley is opening up. Þú getur ekki stoppa leið og vorum að fara að fá fallega útsýning, alveg. Sýndu ykkur. Herru. Það er að sjá útsýni. Það er að fara niður. Anna. Aðeins upp. Hérna hefur maður verið að pissa. Ég get sagt þið það. Akkur? Það er þetta að pissa í leiknum. Nei, pissaði. Sýndu mér. Ég kann ekki að pissa. Jú. Hérna. Ég kann ekki að pissa. Já, þú veist, jú, ég kann það, þú veist, en... Hvar pissa maður eftir? Ég er búin að gleyma hvað maður pissar. Vippar hann bara út og byrjar að mig, eða? Já, veitu? Það er stöffari. Eða getur sett svona signs. Þá getur eitthvað lækað það eftir hann. Hvar pissa maður eftir? Ég hef búin að gleyma. Það veit ég, það er gott að pissa núna maður. Herja, ef maður draga út í leiknum fyrst að útsýnið er svona flott. Svona maður á þínum aldri það náttúrulega pissa hann svo oft líka. Já, ég pissaði það. Það sem ég vil vopni. Sjáðu hérna, Dói. Já. Hérna. Urination, let's go. Já, ef maður pissa? Já. Þeir eru ekki pissað hérna út í dalinn, maður. Getur þú séð streymið það? Já. Þetta var nú ekkert piss. Kom bara að gufa út úr þessu og búið. Þeir byrja okkur pissar hann ekki? Hann gerði það. Já. Já, 75 millilitra, sko. Getur þú séð hérna sprautu? Já, veistu, hann var að pissa hana. Ég ætla nú ekki, hann er... Já, er ok. Hann pissaði. Ok, drögum. Hver er sá hefni sem vinnur fyrra eintakið? Death Stranding.
Bangsi 1-3-4. Bangsi 1-3-4, hann er unnið hjá okkur áður, það er gott að sjá Bangsan hérna með okkur í kvöld. Og hann er ekki bróðið minn, hann heitir Bangsi líka. Heitir hann Bangsi 1-3-4 eða? Já, hann kallar þetta Bangsi alls staðar sko. Já, það er náttúrulega bara þannig, það skýtir að þú kallið ekki Bangsi. Vaksinu sveit. Herru, hérna, má ég sjá, hvað? Nei, ég meina að þú er bara svona krútlegur, eins og Bangsi. Herru, hvað áttu við að, herru. Hérna, á Bangsi, til hamingju þetta og fara eintaka af þessu. Þú sendur okkur tölvupósta olafur@sena.is og við græðum þetta. Hérna, hvað áttu að gera hér aftur? Build a watchtower. Ok. Þannig að endilega gerum það, til hamingju Bangsi. Þetta er rosalega að fá þetta. Herru, hvað gerum við hérna? Herru, Dói, hvert er það að fara? Þú varst að opna rétt á hann. Þú var að byggja watchtower. Hvar? Ok, það er bara hérna rétt hjá. Já. Bara í B4 með skemmtist hann? Það er það. En útskýrði eitt fyrir mér. Já. Þegar það var rigning þarna seinast, þá var allir gróðurinn að vaksa úslega hratt út af tímatótinu. Nei, hann var ekki að vaksa hratt út af því. Þetta voru svona sem bara fylgir þegar að koma þessi kvikindi þarna, the BTs. Það kemur svona kvikindi. Sérðu, nú kemur eitthvað. Herru, hann er ennþá með lókin í hendinni maður. Get ready maður. Herru, ok, sérðu, hérna getum við fara að byggja svona structures og það er að byggja vegi í leiknum og þetta gerir alls svona dæmi. Nú veljum við þetta hérna kvikindi. Þetta hér, Dói. Structure, já. Hvað er þetta 250 þarna? Það er bara peningur sem kostar að gera. Já, kostar pening, ég skil. Og við gerum hérna byggjum watchtower. Þetta er nice. Þarna rúmfattalægurinn ánæði með Bangsan maður, gefur bara, hann er komið með alvöru stemmingu í chatið. Ég fíla það. Við gefum annað eintak af hann um eftir, Death Stranding 2 Collector's Edition sem er bara með 15 tómmu styttu, bara eins og stór pizza og Dominos og með allskins aukadóti. Use watchtower, ok. Já. Þetta er Active Terminal, ég ætla bara að use, ok, þá getum við verið að séð óvinnuna, séð það. Hvað er þetta? Hérna. Já, hérna er svona eitthvað camp, séð það. Ok, þetta er alveg sniðut. Ég er þetta samt ekki bara smá óþara vesen, sko. En sjáðu, það er svo að zooma inn. Hérna er laddir, hérna eru óvinnir. Og við erum bara að merkja hérna alltaf óvinnuna, eða ekki? Ég veit ekki, ertu búin að gera það? Hérna er einn hjá stiganum, hérna er einn. Hérna er einn uppi. Og hérna er einn. Erum við ekki búin að merkja það alla? Ég held að. Þú ert að fá hérna, hvað sé ég á. Hvað er þetta? Það veit ekki. Ok, let's go. Við erum að merkja það. Nei. Herru, ok, let's go. Við ekki farið í þetta? Moving at night. 100p. Fieldware menu. Býtu, hvað getur við varið hérna? Eru til erum að fara í þessi glerugu? Select Waterdeck Light. Hvað sjá? Hvað er það? Hérna. Sérðu? Wow! Hey. Nú erum við að fara að leggja í vesen. Alls konar tækni til hérna, sko. Já, sjáðu hvað þetta er fallegt þú maður. Það verður ekki til mikið fallegri leikir en þessi, eins og staðan er í dag. Ok, nú eru konur inn á alvöru territory hérna. Við þurfum að fara að krátsa. Og... Hvernig tekur bakbúkuna þess að? Við ætlum að læra það. Já, hann sagði að vera í vesen samt að gera það. En við getum gert það. Má sé að við förum þá vantilega hingað. Þau þurfum að byggja til að geyma það. Cargo management, nei. Hvernig ætlum að gera það? Þeir eru hérna náttúrulega, okkar menn gæti hjálpa okkur með það. Ég veit ekki, sko. Býðum með þess. Heldur þríhyrninginni. Hvernig er það vesen? Þetta bara letst í heimi.
Já, hérna, ok. Takkaði fyrir bugfucker. Herðu. Viltu ekki slaka á ljósinu? Svona, just in case we're being stealth. Nei, eru menn eitthvað að fatta það? Þetta er það sem buggar mig ógeðslega mikið við svona hasarmyndir. Það sem að gæin með vasaljós og er að lappa í mér, að leita einhverjum, gaur. Ég stökka ljósinu? Já, 100%. Ef þetta er stealth. Ok, er einhver annar hérna sem getur náð okkur? Hefur ekki að drepa hann eða? Jú. Þetta er rosa Metal Gear Solid feelingur í þessu. Þetta steltaði mig. Rafstafna eða? Það sjá. Binding enemies with the strand. Ok, hold R1 to hold your breath. Já, alveg rétt. Það var náttúrulega í fyrirleiknum. Ekki taka þetta á bakið? Jú, 100%. Nei, hvað er þetta? Chiral density. Við getum ekki tekið þetta bakið, við þurfum að... Ok, hvar eru... Það eru svo mikið að gaurum hérna, sko. Hvert eigum við að fara? Við erum hér, við þurfum að komast hingað. Sko, eigum við ekki bara að taka þetta hérna, bakpokan, og fara bara hingað. Framhjá þessu. Hvað líst þér á það? Mér líst bara vel á það. Ha. Þetta er það sem þú átt að safna í questinu. Ná, ok. Ok. Þetta er það sem þú átt að spila, Tói. Tói, fylgjast með. Já, ég er að fylgjast með. Þá erum við að taka þetta hérna. Það erum bara með þetta í... Jöfull er þetta skrítið, maður. Er að safna þessu? 1 eða fleiri eða? Er það total ná? 1 af 2? Ok. Ok, það make a sense. Boot on backpack. Ok, þá þurfum við að sækja meira. Og hvað vantar 1 í viðbútt? Minimum required. Ok, við færum allan bakpokan nær. Þessi er dauður. Við varum að reyna hérna að krakka save-in þeirra. Hvað líst þér á það? Líst bara mjög vel á. Crack the save. Eitthvað svona minigame með að krakka, það er þetta bara... Nei, það er bara tími. Skill check. Er þetta... Assault rifle... Það er ekkert í það, það er bara þetta þrennt. Ceramics, er þetta ekki eitthvað peningur eða? Jú, örugglega. Ok. Það erum eitt svona. Til í þetta? Þetta er svo spes hugmynd af tölvuleik. Við þurfum að fara í hinn... Við þurfum að fara í hitt húsið, sko. Við þurfum að sækja annars svona... annars svona kassa. Annars... Já, ætlar að fá fleiri kassa á baki. En við þurfum 2, sko, til að klára missjónið, skilja. Já. Sjáður okkur hérna. Hann er að lappa í áttina á okkur. Örugglega ekki, það er myrkur og svona. Þetta er blátt vatn. Látt allir gegn. Það hjálpa okkur. Já. En þetta er samt alveg cool hugmynd af... Já, þeir eru búin að sjá okkur eða ekki? Nei. Þannig er þetta, Chiral Density. Það er í hinu tjaldinu með. Það kemur að þetta er bara svo hérna Jaws. Dýrin. Þegar maður sjá. Þar eru okkar menn. Þetta er ekki í þessu tjaldi, sko. Það er skellur. Þetta er flott tjald, maður. Ok. Ekkert að þess. Já, þetta er vel detail dæmi, sko. Heyrðu, höldu við. Halda inn í andanum. Hold your breath. Flott teppi hann að gullu líka. Þetta er bara þessi teppi á mér. Já. Er þetta COVID-teppi sem að... Það sofa allir í leiknum. Það er enginn drepinn, sko. Oh my god, það er komið einhver gaur. Eitthvað bíbí, eða? Nei, þetta er hérna inni, sko. Þarna er... Ég hef ekki ennþá séð alveg bíbí, by the way.
Sá mig. Nei, ef hann hefði séð, var ekki komið á svona upp á skjáin. Hann er að koma. Já, ok. Og ég reyna að taka hann út eða? Já. Hvað? Hann sá þig og ég held að það er síðulegur. Oh fuck. Herru, nú er ég í skítamálum, þá er það bara vopnin, sko. Já, það er bara byssan. Ég vil, við eigum svolítið ekki mikið að skotum hérna, sko. Við eigum annan. Þú líka ert að spraya svolítið ef ég tekið eftir, þegar þú ert að skjóta þá, sko. Þú ert alveg bara... Spray and spray? Já, eiginlega. Velkomin tilbaka, Deagle. Rob Deagle. Er ég að spraya hann, ekki? Ég draf hann. Þú Death Stranding er hann. Þetta, sko. Við erum konum með þetta. Ok. Nú getum við farið. Æ, heyrðu. Ái. Stranger danger. Ég veit það ekki. Við erum bara farnir. Ég held að þessi gæi baka þessi skauti með þessu, sko. Ég held að þú sem bara vinsinn að hlaupa burtu frá hann. Það eru ekki bara að fara. Já, ekki bara. Maður er bara... Æi! Hann sér aldrei harhúsið sem bara hleypur á undan sér. Hvar er hann? Er ekki rauðamerkið á það? Hanna? Já, hann er sérstíkinn á baka eitthvað vegg. Já. Er hann kannski að henda handsprengjum í þig eða eitthvað hannig? Nei, þetta meikar ekkert sens. Herru, við erum alltaf stofnir. Drexlerinn kemur með ágætispunkt að þú veist það er sjokkir að Óli er engin skot í byssuleik. Nei, ég lútaði þetta. Herru, hvar er ég komin í ykkur vitleysu? Hvar eru við að fara? Nei. Við erum að komast út af svæðinu. Já. Það er alltaf gott. Serðu hvað þetta er fallegt, maður, ég reytist ekki á að segja það. Engin loading tími. Herru, býtum við hvað er að fara? Ef að fara niður hérna eða ef að fara hér? Ó, þetta er Ég held að þú þurfur ekki að sprinta svona lengur, sko. Ég held að það sé enginn á eftir. Nei, þetta er ekki risti. Herru, restoring stamina. Já, ég á ekki mikið stamina eftir. Everything. Já. Það byrjaði bara eitthvað tónlist. Já, það kemur nafni á laginu. Indigo Magnolia. Þetta er úrst flott tónlist í þessu leik. Fyrirleiknum allan. Já. Þetta er vibe. Þetta er svona nice vibe, sko. Það kemur svona þegar þú ert að gera eitthvað. Þá kemur bara eitthvað tónlist með einhverju hljómsveit. Þetta kemur svona þegar þú búið með quest og ert bara að labba tilbaka, skilur. Þetta raun og veru er inconsequential. Þannig að það er bara tónlist. Ég fíla það. Það er sniðt. Já, þetta er nice. Herru drengir, við erum að... Nú fyrir að gerast eitthvað, sko. Herru, við erum að fara að gefa hérna Collector's Edition að þessu leika eftir sem er með, sko, alvöru rugli, sko. Áttur myndina Collector's Edition, eða? Yep, buddy. Það er svakaleg. Þetta er alveg 15 tómu stytta og alls kynst ótanna, sko. Þannig að við hvetjum fólk til að stay with us. Við drögum þetta út á eftir og fyrir dómin og sinni eignir og gerum eitthvað. Þetta er suma streymið, maður. Herru, Automated Public Assistance Company. Herru, nú losnum við eitthvað þessu. Já, herru, Dói, ég ætla að segja þér eitt, sjáðu þetta. Þetta er umhverju. Getur basically labbað út allt. Upp í fjöllin og... Ég finnst það bara svo magnað. Ég man að hugsa svona fyrst ég spilaði GTA 3. Já, held ég. Það væri svona ekkert svona... Það væri ekkert sem stoppaði að fara bara hversu þú vildir. Herru, Kísi Kettlingur að spyrja hvort við verðum ekki að byrja aftur með nördvikunar. Ég eigum að gera það í haust, við verðum með nördvikunar. Láta eitthvað senda okkur mynda setupinu sínu og á nördvikunar inn. Það er reyndar, það var geggjaði liður á sínum tíma, sko. Ég held að við gerum það í haust, við verðum með nördvikunar. Þá fáum við ykkur til að deila með okkur setupinu og sína okkur hvernig það lítur og menn fá ykkur velun í staðinn. Ég held að þetta er góð hugmynd, við skrifum þetta hjá okkur. Hver er þetta? Er þetta Flash eða? The Flash? Ég held að það séum að fana S.
That service, not a single scratch that I can see. The king of video gaming. S í þriða sinn dói. I just have to say that you're a genius. Perfect 10. Jáp. Herru, við setjum USB-lyklana. Ég veit þetta gaman maður. Nú getum við fara að búrgla til bíl. Ég alveg viss að það fara að koma bílar og eitthvað. Talandi GTA 6. Ekki ennþá planið að taka 24 tíma streymi? Já, það verður ekki eðvegt sko. Verðum við ekki bara neyri að rýna og við getum bara lagt okkur á milli og eitthvað tekur vaktina meðan hinn að... Heldur við megum vera þar þegar það Já, við myndum bara semja við þá, sko. Fáum kannski að vera í stúdíónu þá hjá... Nei, reyndir ekki. Ég verður bara Nei, við værum bara svo nætuverðir. Já, hún getur spurt hvað þetta? Blood grenade. Og þá notar hann sko blóð úr sjálfum sig þegar hann kastar grenades. Þá missir hann blóð, sko. Stóðst á. Og svo er hann með annað með eitthvað? Af hverju er hann að henda blóðinu sinni í fólk? Já, því hann er nefnilega hann er svona Doom-gaur, þannig að hann er með sérstætt blóð sem virkar á the BTs og þetta sem þú sér á skjánum núna, þetta er svona reglíf, þannig að ef þú lendir í rigningu, þá getur þú farið undir svona og kviltið á meðan rigningin gengur yfir. Útskýr eitt fyrir mér, voru þeir þá að nota fóstrin fyrir blóðið? Voru þeir að henda blóðinu úr fóstrónum í þá? Nei, úr honum sjálfum. Right. Fóstrin voru bara með svona tengingu. Sér, what's a blood grenade? It's one of the fruits of our joint effort with the lab to develop anti-BT tech. Up until now, blóð er lethal fyrir BT, af því að hann er Doom Sufferer. And so, production is wholly reliant upon regular donations. Af hverju heitir þetta Doom Sufferer? Ég veit ekki af hverju þetta heitir Doom, þetta er örugglega einhver skjámsveim fyrir eitthvað. Derived from samples taken from Doom Sufferers. It can be produced at scale to meet them. And despite its artificial nature, it's actually proven to be more potent than... So you can think of our new weapon as a more full... In any case, we won't... If you want... Og ég myndi að þú getur allt svona í alvörinu, Óli. Samtal? Nei, þú getur bara skipað samtali í alvörinu. Þú ert eitthvað fundi. Við höldum að... Þú bara spólað yfir hlutu svo þarft ekki að hlusta. Já, það væri mjög gaman sko í sumum samtölum. Það er á rétt. En ef þú ert á fundi þarftu kannski að fylgjast með. En... Heyrðu. Við erum að fara í herbyggið okkar. Fórstu eitthvað við Mads Mikkelsen karfran í fyrirleiknum? Nei, ég fór eiginlega ekkert yfir það, sko. Mads Mikkelsen, sko, átti þetta barn fyrst. Og já, það var svo flókin saga í kringum það. Hann átti konu sem var dáinn og hann var að reyna að bjarga barninu og svo einhvern veginn hittur Mads Mikkelsen bara í einhvern svona stríðsennum í Víetnamstríðinu, fyrri heimsstyrjöldinni, seinni heimsstyrjöldinni og lendir inn í eitthvað svona senum sem að einhverja strendurnar eitthvað slá saman og ég man ekki, ég var ekki alveg að fatta þetta en hann var sturlaður í þeim leik, Mads Mikkelsen og allt í kringum það. Allt út í kvölum og eitthvað, hvað er að gerast núna? Þú, hann er að dreyma bara, hann er alltaf að dreyma. Já. Hann lakkar á það, Nei, eru Gatequake? What is that? Ég veit ekki, ég átti að lenda í það. Heyrðu, Siggy G mætturinn inn, okkar allra besti. Það er svakalegt. Þú búinn að kíkja í búðina til Sigga? Nei, ég þarf að kíkja í búðina. Það er boltamaðurinn. Hveti fólk til að kíkja að grensasveginum. Ég þarf að fara að kíkja þarna, sko, nýju tóttinabúningurinn að lenda. Þetta Siggy verið örglega fyrstum með hann. Já, eitthvað sem er að setja nóg að þeim. Nei. Og verði til nóg að þeim. Nei, ég fæ Steve Kolker kannski til að áreita hann. Hann er náttúrulega að joina stjörnuna, sko, Steve Kolker, er þetta grínast það? Orðað hann er kannski að, þetta er ekki að fara að rjúka út, sko. Já, jú, ég held að, sko, Siggy G er í vandræði með tóttinabóluna, hann fæ bara ekki nóg. Ég held að hann er tölvöld meira þeim en hjá öðrum liðum, sko. Já, herri Trafin fór í búðina, hann mæli með. Þetta er náttúrulega besta, þetta er sportbúðin okkar. Já, allir að fara... Þessi Siggy, hann er alltaf með hitt á konunni og alltaf með eitthvað vesen, sko. Það er ekki ekkert. Býtu, hvað er að gerast þetta? Change screen, geti ekki bara farið? Go to the surface. Ég nenni ekki þessu að fara í bað alltaf og eitthvað svona. Herru, það verður að kipta tóttinabúninga fyrir ykkur alla fjóra á Íslandi. Já,
Siggi G er alltaf snillingur í innkaupum, sko. Hann er ekkert að eiga reitt á lager sem er ekki að selja, sko. Það er bara hann einn. Flottur útibúningur og tóttir hann, svartur. Svag. Herðu, vil ekki fara í Farming Simulator? Já, þetta er náttúrulega hálfgerður Farming Simulator. Herðu, við þurfum að taka main order, Dói. Ertu ekki að þá with me, eða ertu nokkuð að missa áhuga á þessu? Nei, ég er bara að lesa chatið, sko. Það er mjög gott. Birkir með pöntun, hann vill Farming Simulator og stjóran aftur. Já, sko stjórin, við þurfum eitthvað að fara að gera í því, sko. Við verðum eiginlega að fá stjóran aftur. Hvernig erum við að gera það, Dói? Það er heyri hjamma að sjá hvort það vilji gera meira af þessu. Ég er til í stjóran, sko, taka núna tímabili í haust. Hvernig takið ekki bara upp heilt season í leiknum yfir eitthvað nokkra tíma og gefið þetta út í pört? Já, gefa bara alltaf út 5 mínútur. Reyndar leiðilegt. En það ein hugmynd var að taka upp heilt season á stjórunum. En sko þá eru ekki með sko tjatti er svo gott sko. Það er eins og að spá, tappið tjatti. En málið er sko ein hugmyndi var að taka upp, já, ein hugmyndi var að spila, þú veist, eins og við gerðum, bara alltaf í beinni. Og svo gefa það út í pörtum á YouTube, þannig að það er alltaf ein umferð í hverju vídeói. Þannig að þetta, fólk getur tekið þetta í meiri svona smærri skömmtum sko. Heyrðu, það eru orders, hvað erum við að gera? Defeat the BTs, nú erum við að fara að berja BTs, ég þarf að sína það svona BT bara. Já, ég fikk endur að sé BTs. Já? Ó, Siggir á Pollamóti í Eyjum, samhryggist. Það er þetta rosalegt að vera á Pollamótinu. Hann er mættur á vaktina á mánudaginn, þá verður fólk að fara í kaffi til Sigga í boltamannin, þarna á Grensasveginum. Ég þarf að fara að kíkja þarna, sko. Ég ætla alltaf að kíkja Mr. Loggin, ég er að fara að gera. Má ég sjá, ok, við erum að fara í þetta, Dói. Getur maður ekki bolta í boltamannunum? Bolta í boltamannunum? Já. Jú, 100%. Það er bara allt sem við kemur fótbolta og ég vil öðrum íþróttum. Herru, Dói. Gaman á svona mótum? Nei. Það er allt út í öðrum fórhaldum. Hvaða leið eigum við að fara? Hvernig eigum við að fara dalinn hérna hægra megin? Viljum við hérna einhvernlega stíi? Viljum við eitthvað vera að fara hérna upp á milli? Já, við það ekki, við erum ekki að fara hérna upp á milli. Ég vil bara ekki pröfa að fara hröðustu leiðina sem er hérna hægra megin uppi, sem að virðist vera bara safe. Hérna. Okay, þetta er fett, þú ert að fara þrengsli, þú getur bara að fara heiðina, sko, fyrst. Nei, fyrir þrengsli. Já, ok, þrengslin. Já, herri, hvað erum við að taka með okkur? Hérna er Cargo Shelf, það er Prototype MP Bullets, já, við þurfum það. Hvernig eru skórnir? Ef við ekki taka Blood Grenades með okkur, eða? Þarftu bullets, þarftu byssurnar, getur hún skotið BTs? Já. Nei, ég er með Blood Grenades, við getum notað það. Ég er með heldur mikið samt farangur. Er eitthvað sem við getum sleppt, við erum með þetta á bakinu. Electric Rod, ég held að við séum ekki mikið að nota það. En tökum við með okkur. En þetta chemicals, getum við ekki recyclað það? Eða story materials, já. Story material. Gleyma vöðlum? Hvað var við með vöðlum? Hann var að segja gleyma vöðlum, já, heyrðu. Er þetta vöðlur eða? Ef við sjá hvað við getum búið til vöðlur. Sko, við erum með Transporter Boots. Að ég sjá hvort séu hægt að fá vöðlur eða? Check it. Fabricate. Það er neða, bara ein tegund af skóm. Já, við erum með þá. Heru head out. Já, Dói, nú fara að sé alveg bardaði leiknum minna, sko. Game. Vöðlum, sko, Rósi er alltaf komið lengri í leiknum en við, sko. Hann er alltaf komið með vöðlum. Like á það. Herru, ok, nú erum við að fara í bardaga. Víti bardaga, sko. Og við erum ekki með barnið á okkur, sko. Með VSM. Ég veit margir farnir að setja frá slauðra, sko. Það er að like'a þetta allt saman hérna. Það er svo að vera á Facebook. Hvert ætlaði ég að fara, Dói, manstu það? Ég get ekki sagt í minni það, nei. Ég ætlaði að fara að hinga það, ekki? Jó. Þú erum pælið að fara hérna upp fjallið, þú vildir einmitt fara stystuleið. Það er rigning. Það eru slæmafréttir. Herru, Rósi á ekki leikinn ennþá, það er náttúrulega skellur. Það er náttúrulega Rósi, þetta er ekta leikur fyrir Rósa, sko. Þetta er rosalega Rósaleikur, sko. Það eru Lost Cargo, svo sko ég hendi upp á bakið á mér. Æjæj.
þetta frá okkur öðrum í leiknum? Já, Lost Cargo, það er þá einhver aðrir búin að týna kargónu held ég. Já, það er einhver aðrir búin að týna kargónu. Svo er þetta að fá svona skilið, svona, þú veist, vélræna beinagrind utan á fætnar sem að getur annarkvort að gefið meira power eða hraða og svona þegar það líður á leikinn líka. Já, svona exoskeleton sem að, þú veist, það er komið svona í real life. Þú getur fengið svona drass sem að þetta lappa öldar á eitthvað, með batteríi. Já, ok. Það verður, heyrðu. Já, sko. Ertu að sjá þetta? Ó, fuck. Ertu að dotsa? Já. Hann segir bara dottið, heyrðu, nei, róleg. Fuck, hvað var hann kargó? Hann sagði fuck me líka. Heyrðu, hvað er kargó? Er ég með hann allan á bakkinu eða? Já. Heyrðu, þetta var brútalt. Heyrðu, það er spyrðið, eru live auglýsingar þessu leik eins og í hinum? Nei, það er ekki live, sko, það var í hinum, ég held þeir hafi tekið út, ég held það. Það var oft þegar maður fór í sturtu og svona voru eitthvað auglýsingar. Heyrðu, svo er hérna Benni að segja ég er til í Split Fiction co-op stream. Já, það er reynda geggjaður leikur og ef ykkur spila við hann helgina þá endilega látið hann vita. Það er sniðugt við Split Fiction að þú getur sem sagt eiga eitt eintaka leiknum. Þú getur bara sendt inn úr svona vinaútgáfa á leiknum sem er næs. Við teisti spiluðum Split Fiction, hann er ógeðslega skemmtilegur. Heyrðu Dói, þetta var ekki alveg leiðin sem við áttum að velja. Við lentum í steina. Já, þú náttúrulega ákvæðast að fara í þetta fokk í fjallana, þrengslin. Ég mældi með að fara heiðina. Ég varst alltaf upp heiðina. Varum að hverja þig? Heyrðu, maður sjá. Hérna er eitthvað. Ok, nú erum við að fara að lenda á svæði þar sem eru okkar menn. Það er miklu meira svona structures. Sjáðu, nú er skótnir að vera búnir. Í þessum leik heldur við fyrirleiknum. Svona veggir og eitthvað svona dæmi sem er helviti næs. Ok, þetta er svona byggingadæmi, þannig við gætum byggt eitthvað, en við þurfum þess held ég ekki. Þarna er tower sem einhver annar byggði. Tökum það bara. Að við varum að nota þennan tower, ég hef voða sjaldan að nota þessa towers. Við erum að fara núna í alvöru barda, það er rigning úti og við erum að fara að lenda í BTs. Ok, nú komum BTs, sjáðu þetta. Sensing abilities. Hold your breath when they're nearby. Þeir megi ekki skinni okkur, skilju, við þurfum að gera það. Já. Þegar við sjáum það nálgast, þá megum við ekki anda því að þeir heyra í okkur. Ok, defeat the BTs in the BT area northeast. Ok. Ok, við erum konur hérna. Nú þurfum við að fara að berjast við BTs. Fylgstu nú með þetta, drengur? Maður sér það nefnilega ekki, sko. Þú heyrir. Þarna. En nú þegar ég taka grenades. Hvað eru þær? Það eru hérna. Ok. Svona. Og þegar við sjáum þá, hérna. Og þegar ég kasta í þá grenade. Já, ég næði ekki hér. Hérna, næði honum. Nei, þetta voru stutt eða ekki. Nei, þetta var svona raukt. Meittir hann held ég. Það var svona raukt. Er þetta ekki bara raukt út af blóðinu? Heyrðu, sjáðu. Nei, sjáðu, hann er að þjást. Halda of lengi niður með andana. Já. Sjáðu, þetta eru hérna skrefin. Þeir mæta bara. Ég þarf að kasta annar á hann eða ekki. Hann er bara særður. Draf í hann. Það sýnist það. Ertu ekki stoltur af mér hvað ég geggjar í þessu leik? Ég veit ekki hvort þú sett geggjar á þessu leik eða hvort þú sett bara average. Grunar, ég er svona með stakka grunar að þú sett bang on average. Af hverju? Hvað gefið þið það? Bara, þú veist,
Reynslan. Herru, hver er hann? Það, svolítið í burtu. Geti kastað svo langt. Hvernig sérðu hann sé þarna? Sérðu hann? Nei. Ég verð að fara þetta nær. Oh my god. Herru, held ég að dreipið hana. Eða ekki? Jú, það. Go away, son. Hann farinn, þessi. Já, þessi guður. Ég er búinn að dreipa 2. Þetta var einhver að pissa. Það var lækað. Lækað það. Hann er 236 læk fyrir að pissa, sko. Hvað er gaurinn? Þarna? Við hefum eina handsprengi eftir. Já, núna sé ég hann. Ég held við hefum ekki aðra hérna annað. Ekki henda annari? Hún er ná honum. Ok, held ég bara niður með andanum. Þetta er svakalegt, sko. Af hverju ætlastu að halda þér andanum áfram? Heyrðu, þarna er annar. Ertu vissum að ég er að drepa allt þetta? Þetta ekki spara hana just in case? Ég verð að drepa the BT. Það er mission. Þarna eru fleiri. Nei, ég var það. Heyrðu, Herru, ég er í vandræðum núna, veitu. Held ég niður með andanum. Og ég lendi nefnilega í vesinni, ef þeir finna mig. Herru, ég er nú búinn að drepa það helviti clean hérna núna. Þú verður að viðurkenna þetta. Ekki? Veistu það ekki? Herru, hvað er hér? Ég að setja bakið það? Já, okkur ekki. Er ég búinn að klára þetta? Axel, Alex og Weatherstone. Það kom ekkert að það væri complete, sko. Ok. Og kíkja á mappið. Það er draugamynd hérna. Já. Við hefum kannski eru fleiri hérna. Gott 3 ár. Rearranged cargo. Er þetta geggja? Ok, ég get náttúrulega að tekja hann bara af mér með ég er að berjast við þessi kvikindi. Já, það er náttúrulega bara sniðið. Þá maður að gera það. En af hverju hleypur ekki bara að gera læti núna? Hann komið til þín. Það verða læti, læti. Læti. Herru, ætli ég geti farið í turnin og... Hvað það? Svo í fyrirleiknum fyrir maður svona einhverja klippur og maður klippta naflastrenginn. Hvað er að gerast með... Ok, ég er ekki búinn að drepa alla. Það myndi koma eitthvað, heldur það ekki? Ég haldi það, sko. Getur ekki séð questlog einhverstaðar? Má ég segja það? Er ekki til questlog? Það hættir að rigna, já, þeir allir eru þauður, það er rétt. Var að rifja þetta upp, sko. Hérna pissa hann, like á það. Ég hljóta að vera hérna eftir. Þetta er hann. Já, ekki svo margar handspengir eftir. Hvernig er þetta að meta hann BT encounter hjá mér hérna? Þetta er bara allt gott, sko.
Það verið síðasti. Nei. Það einn. Það slatti af þeim. Já. Ég á ekki mikið meira. Ég á ekki fleiri handsprengjur. Ok, þetta komið. I killed them all! Það slagið á maður, ég á leiðinni. Do my cargo. Ok, hvert erum við að fara núna? Við erum að fara í rannsóknarstöðuna, eða ekki? Jó, við erum beint þangað upp. Heyrðu, nei, sjáðu. Hei, Dói. Dói. Hvað er að gerast? Ég er í smá vissin hérna með jafnvægið. Ég var að pælja að fara, það var eitthvað svona stöð til að skila svona cargo. Engi. Er með einn helviti þungan hérna. Ég þarf að skila. Jú, hérna. Að skila hérna smá dóti. Heyrðu, það styrst ég fyrir að gefa Collector's Editionið af leiknum. Ég er spenntur. Við erum bara með svo þungan hérna farangur sem að... Hvað er þetta? Já, hérna... Þarna? Ég er að skila hérna Auto range, já, ok. Það er líka að gera hérna sko, sjáðu. Þetta ekki skila hér. And trust cargo. Ég ætla ekki að gera það, ég ætla að fara í... Get ég ekki farið í... Ég held ég geti skila hérna svona cargo sem ég finn. Ok, það sé Auto range. Það er lykillinn í þessu. Ok. Heyrðu, þá förum við bara í rannsóknarstöðina. Hvernig tekum maður þátt í giveaway? Heyrðu Dói, ef maður fara að ræsa setni giveaway með Collector's Edition. Ég ætla að loka gamla giveawaynu. Giveaway close. Giveaway open. Við fórum bara ekki giveaway til að taka þátt. Og þá skrifið í chatið upprópunarmerki og svo giveaway. Þarna blood grenade. Það er ekki þetta örvænta. Júli mikil munur á þessum og fyrir leiknum sko. Þannig að endilega að skáði, nú erum við að fara að gefa... Sjöðu, kemur nýtt lag. Dancing Ghost. Svo þægileg tónlist í þessu leik. Þau hvað það zoomar svona út og svona. Og stjörnur á himininn og sjá hvað þetta er fallegt. Var það stjörnurrabarna líka? Já, já. Leðu þú sagði þetta? Já, það eru stjörnurrabarna. Ég er að breyta stjörnursæfa. Erum við endilega farið í upprópunarmerki giveaway. Við ætlum að gefa Collector's útgáfuna af þessu leik sem er að fara að kosta svaðalegan penning. Fullkomin útgáfa með risa styttu sem að sæmi sér hvaða arinhillu sem er. Heyrðu, ég er þetta, ég er búinn að... Ég vil vera valtur, kallinn. Já, hann segir að Kojima hafi heyrt í hljómsveitinni Low Roar sem að held ég að sé aðal hljómsveitir í leik í plötubúðu í Íslandi og smelti þeim í leikinn, ég veit það þess. Rosalegt, Kojima er svakalega, snillingur. Við varum lifandi nokkra mínútur, gefa við. Og látum 5.000 krónu inneign hjá Dominos. Fylgja með. Alright. Af því að við erum bara í góðum gýr, Dói. Þannig að nú erum við að gefa þess að Collector's Itemi. Já, sem er svona 30-40k út úr búð. Það kemur í verslanir í næstu viku. Þá kemur líka sérstakur DualSense pinni. Death Stranding 2 pinni sem er svona Collector's Edition.
Og við viljum líka gefa innegna Dominus, þannig að þetta alveg pakki upp á náttúrulega bara, þetta er bara 50.000 kall eða eitthvað, sko. Við erum bara að gefa hann hérna næst. Nice. Hvað þarf að gera því? Takka þátt. Já, ef maður langar í þessu styttu, hún er helviti flottir stytta, sko. Heyrðu, við erum konir. Við erum að fara að tengja þessa við The Network. Ég fekk aftur auglýsingu. Aftur auglýsingu? Jesus Christ. Sama auglýsinguna. Það voru að auglýsa Planet of the Apes eða eitthvað, ég veit ekki. Já. Nei, ekki hérna, það er komið nýtt Jurassic World mynd í Smárabíó. Og talað Smárabíó, ég fór í Luxussalinn í gær á 28 Years Later og ég mæli með þeirri mynd, hún er sturl, geggjumynd, sko. Einhver besta zombie mynd sem ég séð lengi. Ég man eftir einu þegar við fórum á trailerinn saman. Já. Er þetta Cillian Murphy hérna? Zombien? Nei, það var eitthvað viðtalið við leikstjóran Danny Boyle og hann var eitthvað að segja að þetta var bara eitthvað svona, þegar ég fekk að þetta var eitthvað svona bara, þú veist, menn héldu þetta væri, þú veist, hann og þetta vakti rosalega mikið umtal og svona, þannig að þetta hjálpaði myndinni helling. Þú veist, það var náttúrulega bara hellingur í gangi. Menn eru spenntir að sjá Formule 1 myndina, það var náttúrulega svaðaleg forsýning með Braga og Kristján Einar í gær líka. Ég sá, það var mikið að gera í Smárabíó í gær. Við erum að tengja þessa. Þannig að, já. Gerum á það. Roberts connected. Ég verð að segja það, þessi leikur spilast mun betri en fyrirleikurinn og er svona einhvern veginn, sjáðu, þetta er Mexiko, sér ekki hvernig þetta er? Það var svolítið langt bara, við hefum eitthvað að spenna lítið. Væntanlega er leikurinn ekkert búinn þegar þú kemur þarna. Nei, sko, leikurinn, hann gerist í Ástralíu líka og leikurinn er svona, ég held að sé lágmarki 50 klukkutímar. Svona meðal player eins og ég, eins og kalla mig. Er með svona 80 tíma. Og þú tekur side missions þá ert í svona 100-150 tíma. Já, það er samt bara kósi fyrir leik, finnst mér. Já, ég meina, það er ógeðslega langur og sko, ég las grein í það, það var eitthvað að hvetja fólk til að vera ekki að spila hann of hratt, vera að njóta hans eins og bara, svo það væri bara gott vín. Að ekki vera bara vaði gegnum hann, að þetta er bara leiki sem koma bara once in a decade eða meira á milli. Þannig að ég ætla að gera það, ég ætla að njóta hann, sko. Ég spilaði fyrirleikinu á einni helgi, sko, ég spilaði hann bara ógeðslega hratt og mikið, sko. Shortly before your arrival, chiral density levels started to climb. Hver er þetta? Já, þetta er þessi Alex. I've shared with you some MP bullets. MP bullets? Very effective against BTs. Hvað var þetta með MP bullets? If a giant BT is on the way, then we're gonna need you to... Giant BT? Úff. Er að fara að koma boss fight eða? Well, the delivery you were kind enough to bring us contained a shipment of MP bullets that happened. This ammunition will turn your average... Ok, við erum komið með riffil í fyrir MP, eða fyrir BT. Því að þú getur drepið... Já, þú getur skotið á, semst, BT-ana með því vopni. Ok, þú setur bara blóða á kúlurnar. Já. Og sjá. Hann er með flokkleiru núna. Hún kemur eitthvað drauma sena. Hann er með verri gliru núna. Ég skil ekki hvað þið er. Þess að Garmin-úri myndi ekki gefa hann hafa engu fyrir svefn. Hann er alltaf að dreyma eitthvað vesen. Óli, ég er alltaf að gleyma að laga helvítis Channel Point-ina. Ég er alltaf að... Já, við erum að laga fyrir haustið. Já. Við erum munið eftir nördi vikunar laga... Herru, var ég scammed með Channel Points? Já. Sorry, maður. Og Dói tekur það á sig. Ja, þetta er einhverjum að kenna, sko. Já, já. Hvað var hann að biðja um? Hann ætlaði að taka Kristján Kennir. Já. Áttu það ekki eitthvað til? Ég man ekki hvað það var. Nei. Þetta var bara tasty í staðinu eitthvað. It's been too long, Sam. Herðu, kemur Deadman? You were a good friend to me. Nei, hver er þetta? Jú, sérðu? Þetta er leikstjórun hann, hvað heitir hann? Del Toro eða eitthvað. Benicio del Toro? Nei, leikstjórun hann sem gerði Labyrinth og... Nei, hvað heitir hann? Guillermo...
The census já, were set to scan Guillermo for your biometric data. Toro. A simple enough trick. Hann lék stórt hlutverk í full vinna hjá Mods að endurgreiða CP, já, ég veit það. Þetta alltaf bara svaka, sendi Giro og Dóa, hann búinn að klúra þessu algjörlega. Mér að kenna, þetta stekja hjá mér. Það lík. Já, það hann. Guillermo del Toro, special appearance. Þetta var einn af lykilmönnunum í fyrirleiknum. As well, I discovered, as research data on the other side. Now, what I'm about to tell you, I learned after I came to this place. Já, þetta barnabóksið. Imagine that this is the lab. Og hvað spes þetta barnabóks? Though it's relatively close to the northern tip of South America, þessu litla bóksi þetta? is entirely cut off from us by a tar belt. Þetta nú að koma So we sagan. have no idea what's going on down there. Nor do we know the state of any continent other than our own. The researchers here were trying to establish contact with the rest of the world. They were well equipped to do so, as the facility had once been used to launch research satellites. Hann með alvöru props, þessi guður. Launching a variety of probes and drones in the hope of obtaining observational data. Við skálum við Gunther litla maður, það bara... The earth you see is shrouded in a thick Það layer er of 50 dagar sko, carbon menn ég að fá that sér renders kannski electronics eitt kaldan eða tvo. inoperable at altitude. So they tried sending ships across the ocean. Oh yes. Rubber ducky. But that failed too. Þannig að hann að fara að senda ykkur til The high Ástralíu sem concentration sagt. of chiralium in open water Já. proved too corrosive, invariably causing them to sink. But then the researchers found some rather rare birds on their doorsteps. Birds not native to the region. Nice birdie, nice birdie. Sér hann með svona skurða enninu, hann er svona Frankenstein-gur. And that, my Búinn til friend, úr alls kyns drasli was bara. just the beginning. Not far from the lab, they discovered a strange anomaly. Well, the surrounding area was heavily contaminated with chiralium. Chiralium? Yes. This is beautiful. The researchers would later dub the anomaly a plate gate. But further investigation revealed that it came into existence when you began to expand the chiral network across Já, North Rósi America. segir að það sé ykkur annar sem tala fyrir hann í þessu leik. Hann gaf bara skenið af sér. Já, hann er örugglega mjög busy sko. En hann talaði í fyrirleiknum með því. Er hann ekki líka orðin gamall? Er hann ekki, þú veist, bara 80 Ég ára? veit ekki. Nei, ég held að það sé nú ekki svo gaman. Now, to their surprise, Má they sjá. caught footage of some Guillermo del Toro Age. Hann er bara 60 ára, sorry, elsku kall. 80 ára, það er bara... like the birds. Það er rosa, það er aldrei um mig. But to confirm their suspicions, Já, Niklas Winding Rán, hann var líka í fyrirleiknum, já, bara var með svona likeness, eða bara létt skanna sig inn, en það var annar leikar sem soil talaði fyrir hann. samples they collected were consistent with the archived geological data from the southern hemisphere. Það er þetta bara portal, basically. Já, gerðilega. Not long after, several men and women came through the gate. They spoke English. And they confirmed that they had indeed come from faraway Australia. We finally knew the world outside North and Central America had survived. En að spyrja hvort þessi leikur sé algjör classic? Já, ég myndi segja að fyrirleikurinn er classic og þessi stefnir í að vera ennþá meiri classic. Þetta eru alvöru leikir. En þú verður að fíla svolítið svona smá súrealiskan storyline og karakter og svona. Það er alveg skiptið máli. Svo er komið annað barn í bóksi. Annað bóks. After they had first installed surveillance equipment, that is, so that the gate could be monitored Fara from skyndilega the þetta stað. Mexican side. A necessity to this day, as Australia is not yet connected to the chiral network. Chiral The network. UCA may not have dreams of conquest and control, but they aren't about to let just anyone use the gate. Indeed, that's one of the reasons they were so determined to connect Australia to the network in the first place. Well, I suppose that's all I have to say about the plate gate. Plate gate. There's something else that I need to tell you, though.
Something far more important. Okay, what the matter? Mind if I pause it here? Off? I have to go take a shower. What? Gate quake detected. Sam, a gigantic BT just showed up outside. We're prepping weapons for you now. Access the terminal up top and take whatever you need. We're counting on Það alltaf að vera vittlust. Já, gigantic BT. Eru þeir svona stóri líka eða? Já, það er... Nei, ekki bara hvalir í fyrirleiknum voru helviti harðir gaurar, sko. Eigum við ekki að fara bara upp og taka eitt bossfight? Já. Já, það er bossfight í þessu líka? Já, svaðaleg bossfight, sko. Okay. Er ok, heyrðu, hann heldur mikið á sér. Þurfum við ekki eitthvað að laga hann til, eða? Gleðimáltíð. Ha, gleðimáltíð? Það er alltaf svakalig barnaboks og gleðimáltíð. Erum að sjá, eigum við ekki að laga gargóðin eitthvað? Nei, við getum ekki gert neitt, við þurfum bara að fara út. Oh fuck, við erum með allt á fullið þennar. Hvað gerðist? Af hverju fara út með allt dótið með þér? Ó, sérðu þetta? Wow. Alvöru tar pit. Nei. Wow. Hann er stór þessi, sko. Þú ert ekkert með nóg mikið blóð fyrir þetta? Ha? Ég segi að þú ert ekki með nóg mikið blóð fyrir hennan? Nei, jú, ég kom með þarna byssunni sem var að búa til. Það var að segja að var að gera sérstaklega kúlur fyrir hérna þetta dæmið. Það er alvöru tjörur þessu. Ói, hvernig fyrir það þessu? Ég er bara að glýða strax. Það er val upp á milli drast sem er hérna í tjörunni, eða hvað? Já, svo þarna geta líka aðri leikmenn réttir vopn. Alvöru bossfight. Verðum við ekki að finna byssu eitthvað staðar og... Þú myndi byrja á byssunni, jú. MP Bullet, sagði hann það ekki? Nei, hvað sagði hann? Nei, hérna. Já. Veitu hvað átti ég að gera? MP Bullet. Var það þetta? Já, þessi leikur er bara á PlayStation 5 for now, en ég held að fyrri leikurinn sé til í PC. Er ég eitthvað með hann eða? Nei. Ok, hvernig dodge? MP Bullet, epic, ok. Ég veit það ekki, Ég held þú er ekki að fara inn í hann, Ólafur. Nei, held ekki að. Sérðu þetta er geðveikur fítus, þú getur valið hérna Pretend You Won. Og þá bara byrjar eins og það hafa runnið? Já. Er það geggjaði fítur? Er það ekki bara að gefast upp? Já, nei, ég veist það geður. Ok, hvað á maður að vera með? Þessa, bara byssu? BB? RB, MP, var það ekki? BB? Sögðu þeir ekki? Nei, var það MP? Hann er að taka skaðan. Já. Hvernig ætlar að dodsa? Ertu með eitthvað takk til að dodsa? Eða parrýja eða? Ég held að það sé ekki hægt að dodsa þér. Oh my god. Þú ert að skjóta þegar að gera þetta. Þú var að klifra upp á allt svona drast. Hvar kemur hann næst? Let's go! Hvað eru burtu? Mikið þitt? Equipment almost ruined. Þú ætti ekki að 7 skot eftir, sko. Já, ég held að við eigum aðra. Er hún ekki að... Nei. Fuck. Hvað gerir hún núna? L2 og X til að dodsa, ok. Hún færði oft, sko... Færði oft eitthvað dót hérna, sko, til að... sem að bara dettur inn á vígvöllinum.
Ég ekki með neitt, sko. Hvað gera bændur nú? Hvað gerir þau núna? Þú ert bara fuck. Á ég ekkert annað maður, það eru vopn á borðinu oft. Já, einmitt. Það var þannig í fyrirleikum. Þegar maður fundi vopn hérna bara. Ég þarf að bara bíða eftir að einhver rétti hana. Þessu, blood grenade. Þetta bara einhver player sem er að rétta mér þetta. Já, þetta bara einhver heima á þessu. Best að hjálpa Óla. Já, ég held að, hefðu, hann er með eitthvað nafn þessu, sko. Fuck. Hafið þetta blood grenade hérna. Zero protagonist was sucked up. Eða einhver annar með þér í þessu fight? Nei, það bara einhverju gaurar sem eru hérna að rétta með vopni. Það hérna, það stóð ræfúl. Okkur hendur á svona á. Annar. Já, þú með fullt amói. Það er bara að skjóta núna. Já, býtu. Var ekki MP? Jú. Það eru fleiri. Já. Oh god. Nei, ég mista þetta er núna eftir þú fækst allt. Nei. Komin aðeins í burtu, sko. Það er eitthvað leðilegur í guður maður. Á ég meira það? Það þið getið með bót? Pröfa það erbi bara, fuck it. Sá hvað gerist. Ég held að það virka ekki, sko. Að panic punch, já, algjör panic. Herru, nú er ég að koma í burtu. Herru, kemur Jóhann. Jóhann? Þetta er Jóhann? Já. Það er rétti við, gaur. Góðu tími til þess að fara að pissa. Pröfa að pissa. Sá hvað gerist. Ég notaði þetta. Þú notaði ekki shit. Varðu? Nei, Óli, ég held að vera að skjóta þegar hann opna munnin. Þú gerir ekkert damage annars. Það er ekkert damage að fara af honum, held ég, þegar þú ert... Ekki? Ég veit ekki. Kannski. F2.X til að skjóta þér, þú kannt það. Já. Fuck. Herru, nei. Það er assault rifle. Klífraðu, Káli. You can do it. Ekki klifum allt á milli. Hann er að éta allt hérna. Já, hann tekur eitthvað damage, þú veist að meira það. Ég held þessi meira þegar hann opnar kjáftinn, sko. Wow. Er ég döður það? Nei. Er ekki komið til fleiri að... Við þurfum marga núna maður. Nú áttu að henda hans byrjum þegar hann er að anda að sér. Já, auðvitað, það make sense. Já. Jóhann er að hendi hérna í mig. Ég er að drepa segja. Áttu líf? Ég get ekki bloodbag. Used. Fuck. Hérna. Þetta er stamina, það ekki? Jó. Gaur. Shit. Hvað gerum við nú? Við erum helvítið múndum málum. Stattu upp. Ekki núna. Nei. Stattu upp. Þetta er bloodbag. Nei, Þú verður ekki einu. Já, ég var með hann, sko. Já, ég ætla hann bara í kost með þú feilur einu sinni, en ég meira nærið sem núna. Er ekki fyrir að ná þessu? Ég held það.
Já, kemur Collection Edition því miður, bara tafðist, kemur í næstu viku, það bara voru mistök á því, en er á leiðinni, kemur í næstu viku. Nú þurfum við að fá hjálp á Jóhanni og félögum. Komiði, æi. Hvað? Gefið mér drasl, maður, gefið mér drasl. Átti ég grenade eða? Assault rifle. Við þarfum að ná í blóð líka. Það er bara svona, við sem. Þetta gengur ekki vel, en gengur samt. Bloodbag. Bara það. Henda like á kallinn. Opnaðu nú krantinn. Hljóðu allt í nefndi leit, er ég klikkaður eða? Já, ekki á mér allavega. Hljóðu er leit mér, þetta er hell. Hvað eru mínu menn með póka og hjálp og pistol? Offloadum þetta. Offloadum þetta. Þetta, já, hljóðið er brenglað. Já, getur þú lífa á Joanna brunna? Já, byrju. Ég get gert að gera töluna hana. Ég get gert það líka. Það var þú að spila, ekki bara gera. Fuck. Það varst skjóta þegar þú opnaði kjartinn. Það er það fyrsta sem öskraði mig, sko. Oh my god. Oh, fuck. Hvað maður sjá? Við horfum, þetta er út pofið í nokkar sekundur hérna. On the blood bag. I need it. Ég held ég að fara að klára þetta, Dói. Já, býttu með að klára það, fáum aftur myndina. Já, hún komur aftur. Nú á ég að nota örgulega grenade. Ekki? Já, það meikar fullkominn sens fyrir mér. Ég grensaði kallinn. Úff, hvað þetta er erfitt, maður. Spenntur að sjá hvað þetta er leið þú byrjar að skjóta. Aftur er þetta leið. Á ég einnig viðbútt. Hvað er þetta? Kemma þetta? Nei, ég vil að þetta.
herru. Ég í skítamálum hérna. Nei, ég hefði komið með þetta. Hann á ekkert eftir. Þeir veit, hvað okkur? Og herru. Þarna. Þetta svakar. Þú hélt að ég myndi ekki taka hann? Ég hafði aldrei áður. Erum við hann komin aftur? Nei, nú breytist hann sjálf, svona full. Og kristall. Ég tekið þessa kristalla, það skilur eitthvað slatt eftir sig, sko. Hörru. Þetta ekki flott, eða? Veist, ekki. Herru, fekk S fyrir þetta. Það hæsta einhver. Hefur ekkert mann ekki fengið S? Já, einu svona. Hvað fækst þú á hann? Ekki A. Sam, this is Alex. You did it! We've confirmed the chiral crystallization of the giant BT. Local chiral density is already dropping fast. I think we can all rest easy for now. You've saved a lot of lives by killing that monstrosity. We won't forget that. Head to the research lab's private room and take a break. Það þarf að búa til, sko, síðan í, sko, leiknum þarf maður að búa til bíla, maður að búa til vegi og alls kyns stótt, sko. Það er að gera hellingi í þessu leik, sko. Þannig að ég mæli með því að fólk gekk á þessu leik. Heyrðu, við eigum að fara að draga bráðum út. Það er Collector's Editionið og 5.000 króna Dominos inneign. Við fyrir nú að ef ekki að fara að slöpa þessu við, klukkan er 11. Ég ætla að fara í research og private room og taka það. Við kannski drögum bara alveg út í restina. Þú bara að kolla, ég get greið whenever. Whenever. Hvað þetta er flott. Það er bara út allt. Þetta er level design, sko. Maður sér þetta ekki mörgum leikjum. Alvöru vesen út allt. Þetta er vissilega gullfallega leikur. Já, ég ætla að bara stoppa og horfa á, þú veist, grasið og... Hérna. Þú ert farið inn út allt. Sjá þig, maður. Þú ert í fucking klessu. Já, catch breath, sko. Ég held að ég þurfi, hann er alveg búinn að því, sko. Ég er að fara inn í brekkuna. Sko. Já, séu það. Séu, þá get ég gefa honum, séu það. Þú erum bara hérna. Gefum honum bara borða, nei, drekka. Séu, þá fær hann stamina. Já, hann fær sér hérna te. Þeir eru mennir og dispendir. Það eru síðustu forvöð að slá inn upprópunarmerki giveaway. Við erum að fara að gefa Collector's Editionið af Death Stranding 2. Alvöru pakki, svaðaleg dæmi. Og þannig að við hvetjum ykkur til að keyra á þetta. Förum hérna í private room, sjá með draum og eitthvað. Sérðu það? Hverinn? Það verður að fara í sturtu núna, allir í tjöru. Hann er í alvöru vesinni kallinn, sko. Við drögum út eftir nokkra mínútur, þannig að endilega smellið inn okkar maður fyrir sturtu. Það er flottur. Drífa af sér skítinn. Já. Ég ætla að gefa það, sko, gameplay miklu betri í þessu leik. Það er miklu meira fluid, það er miklu meira svona variety í því, það er miklu svona mér finnst maður er miklu fyrrkomið með eitthvað almennileg vopn og það er bara svo margt gott í þessu framhaldi, þannig ég mæli með þeir spilu fyrir leikinn. Ef vilji bara góðan stóri leik, þá er þetta málið. En hvet ykkur til að spila fyrir leikinn fyrst Director's Cut. Það er búið að laga hann hellings til í því og uppfara hann eitthvað fyrir PlayStation 5. En þessi leikur er miklu flottari heldur en Death Stranding 1, sko. Það er bara rosalegt dæmi, sko. There's something I need to tell you. It's about Lou. Lou, það er barnið. You see, after you left Bridges, I decided to do a little digging into BB-28's past. That is Lou's. I found the BB decommissioning records. Now, according to them, BB-28 was flagged for disposal and subsequently incinerated 4 years ago. Whenever. Long before you and Lou first met. That's BB-28?
this is the child officially identified as BB-28. But if you look closer, Sam, you see at once that it can't possibly be Lou. Right there at the elbow, where the birthmark should be. Nothing. Which means we have another BB-28 on our hands. The one with whom you memorably went west and back. Hverju með svona línur? Þetta svona dúkku útgáfa. Each BB was unique. No two units should have ever been assigned the same one. Siggi sínaði bakara channel points fyrir óhamingju sama viðskiptavinni. Hann náttúrulega vestlunarmaður Siggi. Hann veit að því ekki að láta fólk vera óanægt. Halldór Predikal Tryggvason. Vissi Snorrall maður. All of which can only mean, Sam, that the bridge baby you carried with you on your journey across America, Lou, was never recorded in the official database. Þess vegna hann eins og alvöru barn í dag. Eða hún. Where then did Lou come from? Right now, your guess is as good as mine. But as worrying as that sounds, this could actually be to your advantage. Since it's functionally impossible for the UCA or Bridges to track a BB of which they have no record. Which is lucky because if they did know about a BB that could live and grow outside the pod, they'd want to secure it for study. So take comfort in the knowledge that they don't. That you're free. That you can bring up Lou in peace. Hann var ekki skráður í kerfið. Eða hún, Lou. How is it, by the way? The two of you living as a family. Hvað hann glaður. Right. Rosa glaður. Hann alltaf faðir, nummer 1. Já. A few things to take back home. Býtu nú við, fáum eitthvað nýtt stöf. An assortment of vaccines to be administered as your child grows up. Bólusetning. You want Lou to live a long life. Það ekki vinsælt í Bandaríkjunum núna. Nei. It's natural for children to be afraid of shots. Maybe this will help put Lou's mind at ease. A token of my affection. You can collect it via the delivery terminal when you leave. I wonder how big Lou will get. Hvað skyrta sem henni? Hún á leðri eða? Já, ég held að þetta eitthvað svaðalegt textur á skyrtunni. Ég held að hún sé á leðri. Þetta svona silki, nei, þetta silki skyrtunni. Hún lítur út svo leður, sko. Everyone is meant to go to their own beach when they die. Það fara allir á eigin strönd til þetta, But unlike most people, I wasn't born from a mother. Já, hann var samsettur, gaurinn. I was born from an artificial womb. Af hverju hann að hreyfa? Þetta draumur? Transplants provided the organs I never had. I was incomplete. Hann bara búinn til, þessi gaur, bara svo Frankenstein. But I wasn't about to accept that. I went back home to study the Ha and Ka and the beach. I threw myself into það líkam og sál. I tried. I think I've done all that I can. In the end, I'm still a patchwork Frankenstein's monster. One that's just about worn out. Talaði ekki Lerme til Toro fyrir gæjan í fyrsta línum? Já. Ekki þessu. Og risa karakter þar. Nei, þetta er rosalega hann ekkert að vera að standa í ykkur talsetningu, sko. That's why I'm here, Sam. Where I can focus on the beach. There's so much data here, Sam. On beach formation. Útskýrið hann hafi breytt rattböndin sín. Skiptiði rattböndunum út. Já, þetta fengið einhvern algjörum voice alike. Ég heyr ekki munnin, sko. Kleður, segir Sitta. Já. Kleður, já. Hvað það? Kleður svona gerfileður. It doesn't matter how I was born. I have lived as a human. Prosthetic leather, I get it. And thus do I possess a beach like any other. I am not a machine. Ætli hann í strönd, hann brjálaður. Bumbulis að benda á og Rós líka að Del Toro talaði ekki fyrir hann í Death Stranding. Nó, ekki, já, ok. Já, það ástæðan örugglega fyrir því að hann hljómar inn. Hann bara lána spennu. Akkur varstu þú að segja þetta? Hvað? Ég hélt hann hefði talað og þetta væri bara eitthvað voice-alike núna. Sem hann ekki talaði í 2, en það greinilega í 1 líka. I told you once that I didn't have dooms. Oops. But that's not actually true. Not that I was lying, you understand. I just didn't know. It was only after I found my beach that I realized. En ég held þú finnir bara að your beach þú deyrið, eða ekki?
Allergic reaction. I can feel it getting closer. I'm off to the beach, Sam. Já, hann að deyja. To my beach. Take care of yourself. Þetta flott, mér það er svo mikið svona artistic dæmi í þessu leik. Ég samt svona bara situr í mig hvað þetta er svolítið skrítið. Já, ég meina þetta er skrítið en ég meina þetta er samt ógeðslega næs bara að detta þetta allt í hug og bara geta sett þetta saman. Mér finnst þetta bara algjört meistarverk sko. Did you know about this? No. It's news to me too. Oops. I'm sorry that man is gone. But he would have been pleased that you managed to extend the UCA network all the way to his lab. Thank you, Sam. Thank you, Sam. Sam. I guess I'm homeward bound. Missing little Lou that badly? You know I am. Come on back, Sam. Lou misses you too. Þannig að nú ertu að fara að labba alla leiðina heim, eða? Nei, það verður ekki gert þannig. Þú farið örugglega bíl og svo, þú veist, þetta er eitthvað þannig, þú eða gerir eitthvað mission á leiðinni heim. Þetta er ekkert hannað í bakgrunum, maður getur ekki verið. Jó, fyrirleiknum bara, þetta er bara svona screenshot úr því, sko. Má sjá, tekur megin, ég ætla bara aðeins, við verum að fara að hætta, ég ætla bara rétt að sjá hérna. Ok. Og ef við förum aðeins upp, ég ætla bara rétt að sjá, þetta er reyndar erfitt hætt í þessu leik en ég er að fara að hætta samt. Ja. Styttist í Metal Gear Solid 8, ok. Já, svo það er að koma hérna, hvað heitir það, svona Delta útgáfa, það heitir Metal Gear Solid Delta held ég. Það er einhver endurgerð held ég. Ok, ég ætla bara rétt að kíkja hérna þú er LA. Já. Rétt í terminal. Hey Sam, about that message Deadman left for you. I hope you understand that he wanted to tell you all that himself. He didn't want it to come from me or anyone else. Naturally, we respected his wishes. We'll also be carrying on his reason. I'm sure you will, but please take care of that last. Okay, last order, já, hann skildi eftir order fyrir okkur. Nú getum við búið til bridges og svona. And you're sure, who knows? They might end up returning. Also, you can now fabricate tri-cruisers. Okay. Oh, nice. Bíl. You'll be able to. Ég ætla að sýna þér það áður en við hættum. Just, you can only. So once. Þannig að þú getur keyrt tilbaka, einmitt. Já, það er eitthvað mission, sko, sjáðu fyrir hérna. Sam, I just reviewed the list of UCA associates. You can rest easy. Any data concerning your life on the run has been erased. So once you've taken care of Deadman's final request, you can come straight home. Access the terminal on site for the details. I'll take care of Lou. Just focus on the job. Ok, hún ætla bara að passa. Ok, take an order fyrir hérna, sjáðu. Það sýnaði bara hvernig það lítur út, svona. Directly to your chest. Já. Það verður setja barni framan eða þessu, þetta eru bara. Þessu verður að taka þetta. Ok, já, þetta er hana. Okay. Við erum með þetta. Deliver the present for Lou. Verður að taka þessi gleraugu af þig, þetta er hræðilegt. Ok. Þetta er eitthvað Tim Burton kjaftaði, sko. Hvað, gleraugun? Já. Já, nú getum við farið, sjáðu. Getum við farið í garage. Nei, ok. Fabricate vehicle, sjáðu þetta. Tri-cruiser. Þú getur customize hann ára og byggir hann, eða? Ég veit ekki, já, verulega. Má sjá. Change color. Ég held að þú getur ekki mikið customize hann. Change. Já, svona merkingar hún. Save design.
Ok, þá getur við gert hérna Ok, fyrir út Benni ætlar að fá sér svona leðurskirtu og stríma leiknum ef hann vinnur Ha? Benni Magnússon lofar að ef hann vinnur hérna styttuna þá ætlar hann að stríma leiknum í svona leðurskirtu Þetta væri rosalegt sko Ok, sjáðu núna, nú get ég farið þetta átt Það er rosalegt að fara í þetta, að vera í svona leðurskirtu Sjáðu, nú erum við komið með þarna For Lou Við erum komið gjöf fyrir krakkan Já Þá ætla ég að sýna þér bara rétt hvernig Svo segjum við bara Þetta er mikið shit á bakinu að þér Ha? Mér finnst bara að finna eitthvað að það er mikið drasla á þér Já, ég veit það, hvað varðum Hvað varðum faratækið? Já, hérna, online garage Þú var ekki búin að taka Take from garage Nótum bara frá einhverjum öðrum Vungus 22 Það Hjóli frá Vungusnum maður Er þetta ekki hans design? Þú ert ekki actually að stela bílum hans, eða? Nei Þetta er geggjað Þetta er munur á þetta Æ Hvernig höndlar þetta? Hvers er þetta á, eða? Ha, hvers er þetta á? Já Æ Ég er ekki til að góri að stýra þessu Nei, ég sé það Þú er bara batterís Æ, ha, býttu Þetta er svo fucking umgrafand Sorry, Jóli Hvað gerist þú að fara fram á pröfa þig? Ok, þú gerði það prófa Þá gerist þegar maður deyr í leiknum og þá maður að taka þetta Hvað kemur núna? Þetta er rosalega What the fuck var þetta? Ha, hvað var það? Þetta er að fæðist upp á nýtt Herri, hérna, ok, ég ætla ekki að vera Var þetta ekki vélhenda eða görn, spyr Kristján? Já, þetta var, ég veit ekki hvort, þetta var eitthvað svipað. Herri, eru ekki að fara í gegnum, þetta var görn held ég sko. Herri, eru ekki að fara bara að skipta yfir á okkur dói og rykkja þetta hérna, gefa í gang eða? Þetta er sko, Electricity 7 og allt þetta verður alveg svakari dæmi sko. Ólu er ekki verið á þríhjóli síðan 1682, þannig að bjóð til, já, það er bara þannig. Hörru, ég er spenntur að sjá hver tekur þetta heim. Hörru, er þið tilbúin? 1, 2 og boom. Unrecognized command. Nei. Give away, draw. Tilbúin. 1, 2 og boom. Akris! Akris vann þetta maður, vel gert. Til hamingju með það. Já, þetta er bara geggjað. Hann er búinn að followa okkur lengi Akrisinn maður, það er svakalegt. Býr hann ekki eitthvað í Tasmaníu eitthvað? Ég held líka sko að alltaf þegar hann hefur unnið eitthvað þá hefur hann gefið það aftur. Já, hann býr eitthvað erlendis. Úper karma sko. Hann elskar Death Stranding, þannig að já, hann hefur gefið mest frá sér en ég held að hann ætla að halda þessu. Ég held að það sé bara þannig. Já, bara vel svík. Við bara óskum honum minnilega til hamingju. Hann átti þetta skilið. Og ég er ekki bara þannig að við þökkum kærlega fyrir okkur. Þetta er búið gaman aðeins að svona hitta okkar fólk hérna svona á miðju sumri. Og við þökkum bara kærlega til það. Akris er að mæta til Íslandi næstu viku, þá bara passar þetta fullkomlega. En hérna, við þökkum bara kærlega fyrir okkur og Dói, þakkaði kærlega fyrir þetta. Hvernig metur þú leikinn svona alveg í lokin? Þetta er sérstakur leikur. Heldur þú sjáir til að þú spilir þetta? Það getur vel verið að ég, þú veist, spila eitt mann í næsta COVID kannski. Já, það getur verið. Ég get lofað því. Ég er að fara að spila þetta. Það stendur Abba aftan á bakbókan. Sérðu þið að skipta þessi yfir á leikinn. Ég er svona flottur hana. Abba, maður. Knowing me, knowing you. Þetta er rosalega. There is nothing that I can do.
Herri, það verið að tala memes, eru meme eða þú? Hvernig Eru memes? Ég veit ekki, ég hef verið að tala þannig, það veit ekki neitt sko, en við allavega það alltaf gaman að fá memes sko, gaman að búin að fá að vera með ykkur hérna, þetta kannski tökum við svona óvænt sumarstreymi aftur, þetta bara svona við í svona eirðarlausir hérna á sumrin. Herri, það eru memes. Já, ok, eru memes eða? Það þetta rosa. Hvað var þetta? Hvað varstu það? Hvað stóð þarna? Ekkert. Já. Býttu nú við. Já, þetta þetta rosalegt. Þetta gott mím. Hvað í gangi? Þetta svakalegt Photoshop sko. Þetta eitthvað Fíla ramman líka sko. Já, það ekkert verið að taka þetta neitt of. Nei, og svo bye bye og þetta næs að enda þetta svona. En það aldrei að vita ef við dettum við einn félagarnir og einhverja Game TV genginu bara svona þegar líður á. Það náttúrulega að koma í ágúst nýr Metal Gear Solid, við þurfum að teka honum og kannski tekum að smá Death Stranding stemmingu hérna líka eða eitthvað annað. Þannig að við þökkum bara kærlega fyrir í kvöld, óskum þeim innilega til hamingju sem unnu hérna hjá okkur. Og þangað til næst, þá bara segjum við bless og óskum ykkur góðs sumars og sjáum ykkur kannski á förnum vegi. Þannig að takk hérlega fyrir kvöldi. Takk. Bye. Bye.